Skrítið. Skrítið mjalla. Svona. Þá getum við sett þennan ágæta fund borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna þann 8. febrúar 2022 og verið bara öll hjartanlega velkomin. Gaman að hafa áhorfendur í pöllunum og smá svona áhorf á netinu líka. Og svo ég segi það bara fyrir mig, þessi fundur með Reykjavíkurráð ungmenna hefur allan á þessu kjörtímabili samkvæmt minni reynslu verið allra skemmtilegustu fundirnir í borgarstjórn. Þannig að þetta bara gleður mig mjög. Áður en við göngum til fyrsta máls, þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson sem ætlar aðeins að fara yfir stöðu mála með Reykjavíkurráðinu. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta Reykjavíkurráð og borgarstjórn, velkomin í Ráðhúsið, gaman að sjá okkur og ég held að sé nú bara nokkuð langt síðan að það var svona margt í salnum og þá er ég að telja þá sem eru á pöllunum með. Síðustu 2 árin hafa býsna margir borgarstjórnarfundir verið á fjarfundi eða blandaðir þar sem aðeins hluti borgarstjórnar hefur verið í salnum og þetta hefur auðvitað tekið mið af sóttvarnar samkomutakmörkunum hverju sinni. Reykjavíkurráð hefur því miður ekki verið undanskilið í þessu en sem betur fer hefur okkur með nokkurri lagni tekist að halda nokkurn veginn reglulega fundi með ungmennaráðinu þrátt fyrir erfiðar aðstæður og það hefur okkur fundist mikilvægt til að tryggja að rödd ungs fólks heyrist hér í salnum. Reyndar má kannski segja að það sé mikilvægari en nokkru sinni fyrr að fólk tali saman þegar að eitthvað eins og heimsfaraldur gengur yfir. Það eru forréttindi fyrir okkur í borgarstjórn að fá að fjalla þau málefni sem að þið eru búin að undirbúa og ykkur liggur á hjarta og þessi fundir hafa reynst frábær leið til að vekja athygli á þeim málum eins og við höfum bara séð í fréttum undanfarinna vikna. Þessi fundir eru líka góð þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og það er bara mikilvægt að minna sá að lýðræði er ekki sjálfgefið og við erum minnt á það í nútímanum einnig. Lýðræðið er í raun safn vinnubragða og viðhorf en líka samtal og í raun sameiginlegu sáttmála það hvernig við skiptum völdum, temprum vald og viljum að samfélagið virki. En til þess að lýðræði sé ekki bara eitthvað sem er upp á punt eða fjarlægt að þá höfum við verið að þróa formlega vettvanga til að eiga samtal og samskipti tillögur sem ekki verða til inn í hefðbundnu borgarstjórn heldur í samfélaginu og nánar tiltekið á Reykjavíkurráði ungmenna í ykkar samhengi. Þetta hefur þróast á þann veg að við látum ekki duga að ræða tillögurnar hér í sölum borgarstjórnar heldur er þeim vísað inn á formlega vettvang þar sem oft eru dýpri umræður í ráðum og nefndum borgarinnar þar sem að flest mál líka sem að við flytjum tillögur hér í sölum borgarstjórnar fá niðurstöðu að fara inn á ráðsfundi og tala fyrir sínum málum þar. Ég held ég tala fyrir munn allra borgarfulltrúa að við lítum þannig á okkar vinna gangi út á það að gera Reykjavík að betri borg og það er hluti af því að gera borgina betri að fá ykkar tillögur og ykkar raddir inn í þennan sal og inn á borgarstjórnar. Þessar 8 tillögur sem núna liggja fyrir í dag sýna sannarlega hversu meðvituð þið eruð mikilvæg málefni sem snerta alla íbúa borgarinnar, ekki bara ykkur sjálf, en auðvitað sérstaklega málefni ungs fólks. Mér langaði að stikla á stóru afdrif tillagnanna sem flutt voru í fyrra. Þær voru líka 8. Bára Katrín Jóhannsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Árbæjar og Holta, lagði til að gerðar yrðu nauðsynlegar breytingar til að stytta afgreiðslutíma þeirra tillagna sem ungmenni leggja fram á árlegum borgarstjórnarfundi og upplýsingar um 3. febrúar síðastliðinn. Það er að segja að
staða verði gerð aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar og að þær séu uppfærðar reglulegar þannig að hægt sé að fylgjast með. Justína Kiskevitsjúte, fulltrúi í ungmennaráði Kjalarness, lagði til að skóla- og frístundasviði verði falið að innleiða nám á unglingastigi þar sem áhersla er lögð á fræðslu lýðræði og lýðræðislega þátttöku. Miða skuli við að kennsla hefjist í öllum grunnskólum eigi síðar en á haustmisseri. Þau tímamörk sem voru býsna metnaðarfull stóðust ekki en með þeirri breytingu að sviðið, þar sem skóla- og frístundasvið láti taka saman það námsefni sem fjalla lýðræði og lýðræðislega þátttöku og standi grunnskólanum til boða og útbúi kennsluleiðbeiningar. Einnig verið staðað reglulegum námskeiðum fyrir kennara og starfsfólk félagsmiðstöðva hvernig megi haga námi lýðræði og byggja upp lýðræðislega þátttöku í skóla- og frístundastarfi í samræmi við nýja lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar. Og það er stefnt að því að fyrstu námskeiðin verið haldin nú í haust. Tillaga Bjarkarmiðstöðum fór til umfjöllunar í aðgengis og þessi tillaga var lögð fyrir ofbeldisvarnanefnd 21. júní 2021 og samþykkt að útfæra hana í samráði við skóla- og frístundasvið og óskað var eftir því að skóla- og frístundasvið hafi forgang þetta verkefni í samráði við ofbeldisvarnanefnd. Tillaga Brynjars Braga Einarssonar, fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða að gera verið nauðsynlegar breytingar til að tryggja fulltrúum Reykjavíkurráðs ungmenna laun fyrir seti á fundum ráðsins. Þessari tillögu var vísað til forsætisnefndar og forsætisnefnd samþykkti 28. janúar síðastliðinn að vísa tillögunni til frekari meðferðar við gerð fjárhagsáætlunar í samræmi við það sem kemur fram í umsögn skrifstofu borgarstjórnar. En forsætisnefnd samþykkti jafnframt að framvegis verði þeim fulltrúum Reykjavíkurráðs ungmenna sem sitja sameiginlegan fund Reykjavíkurráðsins og borgarstjórnar greidd þóknun fyrir þann fund samkvæmt samþykktum kjör og starfsafstöðu kjörinna fulltrúa í Reykjavíkurborg og var skrifstofustjóra borgarstjórnar falið að gera breytingar á samþykktum í kjölfarið. Elísabet Lára Gunnarsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða, lagði fram þá tillögu að skólasund verði gert að valfagi í grunnskólum ef nemandi stenst stöðupróf á unglingastigi grunnhæfni viðmið skólasunds. Þessi tillaga fór til skóla- og frístundaráðs þar sem hún var eftir umfjöllun samþykkt 11. janúar síðastliðinn og hefur þessi tillaga vakið nokkra athygli og verið skrifaðar hana blaðagreinar bæði með og móti. Þannig að því sé nú haldið til haga. En Embla María Möller Atladóttir, fulltrúi í ungmennaráði Grafarvogs, lagði til að borgarstjórn samþykkti að fela umhverfis- og heilbrigðisráði að hefja vinnu við að gera Reykjavík að plastlausri borg ekki seinna en árið 2026. Tillögunni var vísað til umhverfis- og heilbrigðisráðs og verður tekin þar fyrir á fundi 16. febrúar næstkomandi. Anja Keita Róbertsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Breiðholts, átti 8. og síðustu tillöguna á síðasta fundi þar sem lagt var til að skóla- og frístundaráði verði falið að sjá til þess að börn á miðstigi og unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkur fái fræðslu þungunarrof eigi síðar en veturinn 2022 til 2023. Og þessari tillögu var vísað til meðferðar starfshóps skóla- og frístundasviðs kynja- og hinseginfræðslu. Í greinargerð hópsins kemur raunar fram að fræðslu þungunarrof sé nú þegar í boði fyrir alla á unglingastigi en ekki sé til námsefni sem sé ætlað fyrir miðstigið.
og starfshópurinn hefur sent út hvatningu til starfsstaða að efla alhliða kynfræðslu og taka þátt í tilraunaverkefni borgaranna aukna kynfræðslu og í árlega kynheilbrigðisátökinni vika 6 sem margir kannast við verði sérstæk áhersla á fræðslu þungunarrof fyrir nemendur á miðstigi. Eins og þessi stutta yfirferð sýnir Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og vindum við þá okkur í fyrsta lið á dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Kjalarnes fjölgun stöðvunarskýla strætó á Kjalarnesi og betri samrýmingu á strætóleiðum. Og til máls tekur Regína Bergmann Guðmundsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Kjalarnes. Gjörðu svo vel. Kæri forseti, borgarstjóri, meðlimir Reykjavíkurráðs og aðrir gestir. Við í ungmennaráði Kjalarnes leggjum til að kanna sé að setja fleiri stöðvunarskýli á Kjalarnesið og auka ferðir pöntunar á leið 29 hjá strætó. Ungmennar Kjalarnesi samanstanda krökkum úr Grundahverfi og dreifbýli. Okkur finnst vanta eina stoppistöð á milli Esjuskála og Hvalfjarðarganga og einnig Grundahverfis og Esjuróta. Mjódd til Akureyrar og fer því gegnum Kjalarnes og nýta ungmenni sér þann ferðamáta. Strætó leggur ekki af stað þegar vindhviðarnar ná 28 metrum á sekúndu. Þar má nefna að þrátt fyrir hviðirnar sé undir Hafnarfjalli fer strætó ekki einu sinni upp á Kjalarnesið. Þó færðin þar sé greið fyrir minni bíla. Þetta kemur niður á þeim sem vilja nýta sér strætó. Það kemur leið 29 sér á góðum nótum þar sem sá strætó þarf aðeins að huga að færðinni upp á Kjalarnesið og hafa því vindhviður við Hafnarfjall engin áhrif á þá ferð. Okkur finnst leið 29 frábær kostur en þyrfti þó að fjölga þeim ferðum. Á laugardögum aðeins 6 strætóferðir með leið 57 frá Kjalarnesi til Reykjavíkur en engin leið með 29. Ég til dæmis í landsliðinu í Taekwondo og á æfingum á laugardögum á milli 10 og 6. Einu sinni til 2 í mánuði á mismunandi stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Tökum sem dæmi að ég sé í Aftureldingu á Mosfellsbæ á æfingu og ég hef 3 valmöguleika hvernig ég kemst á æfingu. Fyrsti valkosturinn að fara fótgangandi. Ef ég geng tekur það 2 klukkustundir og 47 mínútur aðra leiðina samkvæmt Maps. Svo þyrfti ég einnig að ganga tilbaka. Því tekur þessi ferðamáti mitt tæplega 6 klukkustundir báðar leiðir. Að ganga þó ekkert rosalega skynsamlegur kostur eins og ættum flest að vita, svona langa leið. Annar valkosturinn að nýta sér leið 57. Ef ég geri það þá þarf ég að taka strætó kl. 7:48 frá Kjalarnesi og bíða 2 klukkustundir þar til æfingin mín byrjar. Þegar æfingin svo búin fer næsti strætó ekki upp á Kjalarnesi fyrr en korter yfir 8 kvöldið og því þarf ég aftur að bíða rúmlega 2 klukkustundir eftir þeim vagni. Þessi ferðamáti tekur mig rúma 5 klukkustundir með biðtíma. Kosturinn að notast við einkabílinn. Þar sem að ég ekki komið aldrei til að keyra sjálf og það ekki alltaf einhver til taks til að skutla mér, get ég ekki alltaf nýtt með þennan ferðamáta. Ef ég hins vegar nýti mér hann, tekur það í mesta lagi korter að keyra niður á Mosfellsbæ og annað korter að keyra síðan aftur heim. Ég held að við séum flest sammála því að þessi ferðamáti augljóslega besti kosturinn sem standa myndi boða ef ég vil geta iðkað mína íþrótt. Takmarkað íþróttaval standa til boða Kjalarnesi og því þurfa ungmenni að leita annað en þjónustastrætó fráhrindandi og ýtir ekki undir áhugahvöt. Hægt að ræða andlega og líkamlega heilsu hversu nauðsynlegt að stunda íþrótt en ég ekki til þess hér í dag. Auðvitað viljum við ekki styðja einkabílinn en það ekki hægt að komast fram hjá því með strætókerfinu sem við höfum á Kjalarnesi og þá sérstaklega helgar. Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar vistvænni samgöngur sem var birt árið 2010 með leyfi forseta stendur á strætisvagnaþjónusta verði raunhæfur valkostur í öllum hverfum borgarinnar, jafnt og í atvinnuhverfum sem og íbúðahverfum. Stuðla verði að betri almenningssamgöngur innan hverfa og betri tengingar við helstu stofnanir og félagsmiðstöðvar.
Við á Kjalarnesi finnum ekki fyrir því að við séum undir þeim sama hatti, eins og sást þegar íbúasamtök Kjalarnes gerði óformlega könnun sem fólk gat sagt sína skoðun og reynslu á strætókerfinu á Kjalarnesi. Öll ummælin höfðu það sameiginlegt að vera neikvæð og mikil óánægja ríkti meðal fólks. Því viljum við að fulltrúar Reykjavíkurborgar í stjórn Strætó kanni þann möguleika að fjölga stoppistöðum á Kjalarnesi og fjölga ferðum leiðar 29, en einnig samrýma þær við aðra leiðir Strætó. Við leggjum til að máli verði tekið upp í stjórn Strætó og þau vinna úrbótum fyrir árslok 2022. Takk fyrir mig. Þá hefur fulltrúin lokið máli sínu og hefur einn fulltrúi óskað eftir að veita andsvar. En það Natalía Lind Hagalín, fulltrúi í ungmennaráði Breiðholts. Gjörðu svo vel. Fulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari fulltrúin Regína Bergmann Guðmundsdóttir. Við ætlum bara við erum bæði að biðja fleiri strætóferðir og bara að við fáum sama kost og aðri Reykvíkingar því við erum líka partur í Reykjavík. Fulltrúin hefur lokið við að svara andsvari. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að veita andsvör og næst tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og ungmennaráð Reykjavíkur og aðri tilheyrendur. Gaman að vera hér með ykkur í dag og heyra allar þessar framsæknu hugmyndir sem þið eru með. Ég vil byrja á því að þakka frumvarpshöfundunum Regínu Bergmann Guðmundsdóttir fyrir hennar ræðu og mjög athyglisverða og nauðsynlega tillögu. Ég hef verið að skoða mikið málefni Kjalarness hér þegar á þessu kjörtímabili og það alveg ljóst að það mikil óánægja með ferðir Strætó á Kjalarnesi því eins og frummálending fór yfir og talaði að þá Kjalarnes nákvæmlega partur af Reykjavík en ekki einu sinni annað sveitarfélag. En það þannig staðsett í borginni að það þarf að fara í gegnum annað sveitarfélag. Þannig að það svolítið landfræðilegi burtu frá höfuðborginni sjálfri. En það voru gefin ákveðin loforð þegar Kjalarnes og Reykjavík sameinuðust hér fyrir rúmu 20 árum og þá áttu það að vera fyrst og síðast samgöngumál. Strætó, almenningssamgöngur, Sundabraut, svo eitthvað sé nefnt. Ég fagna mjög þessari tillögu og þakka raunverulega fyrir hana og hvet alla sem að hlusta hér á þennan fund að fara inn á íbúa síðu Kjalarnes þar sem akkurat var búið að leggja fram skoðanakönnun, hvernig fólki fyndist Strætó samgöngur, almenningssamgöngur á Kjalarnesi versus Reykjavík og það voru ekki mjög jákvæð komment. Þannig að þessi tillaga löngu tímabær og hún snýr að því að eigi að skora á stjórn Strætó að taka þetta til athugunar. Þess vegna hefði ég helst vilja samþykkja þessa tillögu í dag en það liggur fyrir fundinum vísunartillaga. En ég bara treysti því og vona að þessi tillaga fái fljóta og skjóta afgreiðslu hjá stjórn Strætó. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin, var eitthvað búinn sem að baða andsvar? Nei? Þá tekur til máls borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Forseti ætlar að minna á það að borgarfulltrúin frjálst að koma og tala úr pontu en það má líka tala úr sæti ef þess óskað. Og forseti minni líka á að byrja ræður á að ávarpa forseta og borgarstjórn og andsvör á að ávarpa forseta, þó að fólk með auðvitað bæta við eftir skoðun. Já, forseti og ágæta borgarstjórn og frábæra ungmennaráð. Ég fagna líka þessari tillögu og það náttúrulega ótækt að það tæki 5 klukkustundir að komast á milli staða eins og fyrirmælandi vék að. Sjálfur ég stjórnarformaður Strætó og við reynum að hafa almenningssamgöngur og strætósamgöngur eins góðar og mögulegt Það eru misgóðar af því að það auðveldar að halda uppi tíðum strætósamgöngum þar sem að byggðin tiltölulega þétt. Það erfiðara þar sem hún mjög strjál af því að þar eðli málsins samkvæmt færri farþegar.
Og það reyndar þannig með Reykjavík hefur rauninni svolítið sérstuðu í sambandi við þjónustu almenningssamgangna að því 95% borgarinnar og Kjalarnes þar talið með. Það eru strætóleiðir sem að þekja 95% borgarinnar og það leitun að borg sem að hefur jafn þekjandi strætókerfi og Reykjavík hefur. En þetta leiðir til þess að strætóferðir geta verið mjög strjálar vegna þess að þangað sem langt að fara og þar sem eru fáir farþegar að þar einfaldlega erfiðra að reka strætósamgöngur heldur en það sem þéttbýlið meira. En svo þetta í dag að þá fer einmitt landsbyggðarvagnin, hann fer þarna í gegnum Grundarhverfið og svo strætó með pöntunarþjónustu líka. En við tökum þetta auðvitað bara alvarlega þessa hvatningu og viljum gera allt sem við getum til þess að bæta þessa þjónustu. Ég legg til að þessari tillögu sé vísað til að byrja með til skipulags- og samgönguráðs af því hún snýr meðal annars stöðvunarskýli og að skipulags- og samgönguráð leiti álit hjá stjórn Strætó það hvernig hægt að bæta þjónustuna og ég vona svo sannarlega og ekki bara vona heldur ég ætlast til þess að þetta gangi tiltölulega fljótt fyrir sig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti vill koma þeim tilmælum til fulltrúa í sal að það smá breyting með það sem við kynntum fyrir ykkur á undirbúningsfundinum vegna breytinga í tækniteyminu þá þurfum við að biðja fulltrúa sem ætla að taka til máls að kveikja sjálf á mikrofónunum sínum með miðjutakkanum neðst þegar þið annarkvort fara í andsvöri eða þau vilja flytja ræðu úr sæti. En þetta ekki að koma til saka, koma sök. Já, það kemur rautt ljós hérna þegar þið getið talað. Þar séð ég ætla að tala úr sæti og almennt eru andsvör tekið úr sæti. En það hafa tveir fulltrúar á fundinum óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar ungmennaráðsfulltrúi Regína Bergmann Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir, takk fyrir þetta. Ég ætlaði bara að segja að við áttum okkur alveg fullkomlega á því að það ekki hægt að senda heila rútu upp á Kjalarnes þar sem við erum mjög fá og þess vegna erum við að biðja pöntunarstrætóna áfram að því þeir hafa nýst okkur vel. Takk fyrir mig. Þá hefur fulltrúi lokið að veita andsvar. Vill borgarfulltrúi svara andsvari? Nei, já, bara að það mun vera 60% nýting á pöntunarbílnum og sem bara ágætt og þannig að hann svona þjónar sínum tilgangi en þetta snýst líka væntanlega svona tíðari ferðir. Þá hefur borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Eitt borgarfulltrúi í viðbót hefur óskað eftir að veita andsvar, það Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég vildi nefna að þó að 95% borgarbúa séu nálægð við stoppistöða þá einmitt eins og kom fram í ræðu tillögu flytjenda þá það ekki endilega stoppistöðin með strætó sem að kemur fólki á leiðarenda eins og kom svo skýrt fram og svo vildi ég taka undir þá málsmeðferðar tillögu sem að kom fram í ræðu tillögu flytjenda að vísa tillögunni til strætó eins og kom fram hér upphaflega. Takk. Og borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar. Ekki að fleiri óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Fundinum hefur borist ein málsmeðferðartillaga sem að tillögunni sé vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs. Afsakið, þá hefur eitt borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls væntanlega undir fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og aðrir, ekki rétt skil hjá mér að það kom fram í ræðu tillögu flytjenda að það væri lagt til að þessari tillögu yrði vísað til strætó. Að það var það sem að kom fram fyrst, eins og ég skildi þegar ég var að hlusta. Eins og forseti skilur það þá þurfum við í rauninni að vísa til skipulagsráðs vegna þess að að ræða úthlutun á stoppistöðvum þar sem að strætó ekki fært að ákveða hvað eru strætóstöðvar
í borgarlandi. En þannig að ef mér skjátlast ekki þá það að vísa í skipulagsráð tillaga sem gengur lengra, eða hvað? Skiptir ekki máli, en við tökum allavega til kosninga málsmeðferðartillöguna að vísa í skipulags- og samgönguráð. Og þá bið ég alla fulltrúa að vera annaðhvort í sal eða í mynd, eftir því sem á við. Þetta þessi bjalla sem ég nota. Má biðja Dóru Björt Guðjónsdóttur að kveikja á myndavél. Ég í borgarráði. Já, allt í lagi. Jú, núna. Þá, sem sagt, þau ykkar sem eru samþykk þeirri málsmeðferðartillögu gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá málsmeðferðartillagan samþykkt. Var eitthvað sem að græti það? Einn fulltrúi greiddi ekki atkvæði, ef að forseti þinn telur rétt. Já. Þá Kolbrún. Hæ. Kolbrún, það rétt skilið hjá mér að þú hefur ekki greitt atkvæði? Samþykkir málsmeðferðartillöguna? Á hvort veginn? Já, ok. Þá það samþykkt. Afsakið. Málið að myndavélinn fókusar fram og tilbaka á salinn, þannig að stundum sé ég bara Öldu og Kolbrúnu og stundum bara Ellen, Dóru og Skúla. Þannig að ef einhvern kann að slökkva á þeim fítust, þá verður það mjög vel þegið. Annars höldum við áfram og göngum til næsta liðar á dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs að hætta gjaldtöku í sundlaugum Reykjavíkur fyrir börn 17 ára og yngri. Undir þessum lið ætlar forseti að fá að kalla inn varaforseta, það Ragnar Sigurðardóttir, en þess má til gamans geta að þetta verður fyrsta skipti sem að Ragnar tekur sæti sem forseti í borgarstjórn og óskum henni góðs gengis með það. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi, frumflytjandi, fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna, Embla María Möller Atladóttir. Og hún í fjarfundi. Heilgjörn Ímur. Jú. Tillagan okkar að þessum borgarstjórnarfundi snýst í grundvallaratriðum að borgarstjórn feli íþrótta- og tómstundasviði að hætta gjaldtöku í sundlaugum Reykjavíkur fyrir börn 17 ára yngri. Mér finnst ólíklegt að bíla ákvörðun skólasundin hjá skóla- og frístundaræði hafi farið fram hjá okkur, en nú þessi sund að það valfæri fyrir þá sem hafa náð tilskildum hæfniviðmiðum finnst okkur gráu mikilvægt að hvetja nemendur að mæta í sund bæði fyrir heilsuna og sér til skemmtunar. Reykjavíkurborg stolt af sundstöðum sínum og ekki því enginn að vera hissa á því hversu mikil sundmenning hefur myndast undanfarin ár. Valkosturinn á sundi sem hreyfingu engum vinsæll hér á landi og yrði synd ef að vinsældir sunds færu á niðurleið. Það að stækka þann hóp barna sem fær frítt í sund, fjölga þeim stöðum þar sem börn geta komið saman í öruggu umhverfi og rækta félagslega, andlega og líkamlega heilsu. Þannig hægt að samlaga börn og unglinga borgarinnar enn frekar að þeirri skemmtilegu sundmenningu sem hér hefur myndast.
Það er staðreynd að þeir sem fara oftast í sund eru þeir sem fá frítt í sund, sem sagt 67 ára eldri. Þau hafa valkost að mæta í sund gjaldfrjálst og kunna svo sannarlega að nýta þann valkost. Ég get bara talað fyrir mig sjálfa, en ég veit að ef ég get ekki frítt í sund, þá get ég séð mig í nuggpottinum upp í Grafarvogsveg hvern einasta sunnudagskvöld. Sund er ekki aðeins hollt fyrir líkamlega heilsu, heldur einnig andlega heilsu. Það er mikilvægt að börn eigi sér stað í sínu hverfi þar sem þau eru velkomin til að leika sér, hreyfa sig eða jafnvel bara slaka á og spjalla. Það að mynda öruggt umhverfi þar sem börn geta komið saman er ekki bara mikilvægt, heldur nauðsyn ef að sundmenningin okkar á að halda sér á floti. Að hætta gjaldtöku fyrir 17 ára yngri mun ekki bara hvetja ungmenni að mæta í sund, heldur gerir sundiðkun aðgengilegri. Það má ekki gleyma að sumir hafa minna milli handana og eiga ekki efni að borga nokkra sundferðir í mánuði. Ef að það er í öfgakenndum dæmi, þá geta einungis sturtuklefanir verið lífsbjörg fyrir þá sem hafa ekki aðgang að heitu vatni eða viðeigandi hreinlætisaðstöðu heima fyrir. Ég geri mér grein fyrir því að það er ekki hægt að taka verðmiðann af einhverju skot og það verður frítt í sund á morgun, þó að það er einnig geggjað. Þess vegna viljum við að það sé gert ráð fyrir þessum breytingum í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2003 og yrði þá engin gjaldtaka fyrir 17 ára yngri fyrir vormánuðina árið 2003. Við erum Reykjavíkurborg, eina borgina sem blessaða landi. Ég leyfi mér að halda því fram að mörg önnur bæjarfélög beri sig saman við okkur og hvaða skilaboð og stefnur við gefum frá okkur. Önnur bæjarfélög, til dæmis Kópavogur til að nefna dæmi, hafa sýnt fram á það að mögulegt sé að hafa frítt fyrir 17 ára yngri í sund. Þess vegna spyr maður að sig af hverju við getum ekki gert það saman. Þá hefur fulltrúinn Embla María Möller Atladóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Alexandra Brím hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, borgarstjórn og ágæta Reykjavíkurráð ungmenna, aðrir áheyrendur. Takk fyrir bara góða tillögu, en fyrir fundinum liggur tillaga það að gjaldtöku í sundlaugum fyrir 17 ára yngri verði hætt. Og eins og ég segi, hún út af fyrir sig ágætt. Sund er holl líkamsrækt, ferð í sund er skemmtileg afþreying. Mér finnst það góðra gjaldavert að gera sund aðgengilegt. Eins og við vitum þá virkar svona hvatar á fólk. Það sem er dýrara er minna notað og það sem er ódýrara er meira notað. Það gefur ekki skilja að ef að sundiðkun er ódýrari, þá verður hún sennilega algengari. Akkurat núna er frítt í sund fyrir börn 5 ára og yngri í Reykjavík. Börn 6 til 17 ára greiða 160 krónur fyrir staka sundferð eða 1186 krónur fyrir 10 skipta kort. Og hvað sem okkur finnst að hafa þetta gjaldfrjálst eða ekki, þá hljótum við að vera sammála það að gjaldið sem er í dag er ekkert sérstaklega íþyngjandi. Það er að segja, það er ekkert mjög sennilegt að mjög mikið af sundferðum sem ellegar hefðu orðið fallið niður vegna þess að fólk sjá sér ekki fært að finna þennan 140 kall. Engu að síður er vissa upphæð að ræða. Það er visst sjónarmið að börn 10 ára og eldri sem eiga að fara í sund án þess að hafa fullorðið með sér ættu að þurfa að minnst eiga viðkomu í afgreiðslunni til að fá aðgang, til að fá upplýsingar, taka á móti lyklum eða annað slíkt. Þannig að gjald upp á 160 krónur er í raun svona málamyndagjald í þessu samhengi. Það er raun bara viss aðgengistjórnun og spurning hversu mikilvægt okkur þykir það vera í stóra samhenginu, hvernig við metum mikilvægi þessi samhengi við annars vegar fjármuni sviðsins og önnur verkefni sem gæti verið hægt að veita auknu fjármagni í og svo hins vegar gróðan af því að auka sundiðkun og gera þetta aðgengilegra fyrir alla. Samkvæmt mínum upplýsingum myndi það kosta tæplega 12 milljónir á ári að fella niður gjaldtöku fyrir 9 ára og yngri og rétt rúmlega 35 milljónir árlega að fella niður gjaldtöku fyrir 17 ára og yngri. Það hljóma vissulega ekki eins og sérstaklega háar upphæðir, en ábyrg stjórnsýsla felur alltaf í sér að vera gagnrýnin á notkun almannafé. Og þetta kann að hljóma eins og ekkert mál. Borgin er með fjárhagsáætlun upp á marga milljarða. Bara skóla- og frístundasvið er með rúmlega 62 milljarða á áætlun á næsta ári, þessu ári. Íþrótta- og tómstundasvið er með 9,8 milljarða. Hljómar eins og það hljóti að vera auðvelt að redda þessu, eða hvað? Það er samt ekki alltaf svona einfalt.
öllum þessum peningum ráðstafað eins og stendur. Allar þessar milljónir eru laun einhvers sem þyrfti þá að segja upp. Samningur einhver innkaup sem þyrfti þá að sleppa. Viðhald á einhverri fasteign sem þyrfti þá að láta bíða, svo fram eftir götunum. Það ekki þar með sagt að svona sé ekki gerlegt, en við berum ábyrgð á því að meta það hverju öðru ætti þá að sleppa. Hvort það sé þá eitthvað annað sem ætti frekar að bæta við fjármagni í staðinn. Styrkjapottur skóla- og frístundasviðs til dæmis upp á 4,7 milljónir á ári. Við getum áttfaldaðan ef við myndum finna til 35 milljónir og bæta í hann. Eða við getum hækkað frístundakortið ca. 2.000 krónur á barn. Fjárhagsaðstoð til framfærslu núna 2.133 milljónir á fjárhagsáætlun, myndi muna 35 milljónir þangað, eða til barnaverndar, til gistiskýla, inn í strætó. Málum minnast á það líka að borgin hefur lent í töluverðu tekjufalli miðað við áætlanir í COVID. Fjöldi fjárhagsaðstoð hefur einnig aukist töluvert. Við erum ekki eins og Jóakim Aðalund með stóran geimi fullan af reiðufé sem við ákveðum svo hvort við viljum útdeila úr eftir því hvort við erum í góðu og örlátu skapi eða ekki. Í raun erum við núna í þeirri stöðu að öll auka útgjöld myndu þurfa að koma til með lántökum. Það út af þeim aðgerðum sem við höfum farið í út á COVID til að sporna við atvinnuleysi og til að koma til móts við fólk sem þarf á virkniúrræðum að halda og til þess að bara bæta í atvinnustig með auknum framkvæmdum. En svo að ég viðurkenni það, þetta pínu ósanngjarn uppstilling hjá mér. Það nefnilega ekki þannig að það sé alltaf sanngjarnt að meta öll möguleg útgjöld í samhengi við allt annað sem mögulegt að vera að gera. En þetta samt það sem við þurfum að gera í grunninn sem kjörnir fulltrúar og meðan þess vegna kem ég aðeins inn á þetta. Til okkar koma öll sviðin með sínar þarfir, með sínar hugmyndir, með sínar áætlanir. Til okkar koma notendur, íbúar, allir með einhverjar hugmyndir með eitthvað sem þeim finnst að mætti niðurgreiða eða mætti rukka minna fyrir eða þurfa að gera. Það okkar hlutverk, taka þessu hluti alla saman og reyna að ná heildar yfirsýn. Ekkert sem við eyðum peningum í kemur úr engu. Allir peningar sem við eyðum eru peningar sem við eyðum þá ekki í eitthvað annað eða gjaldtaka sem við sleppum þá ekki. En að þessu sögðu þá þetta góð tillaga og ég held í rauninni að ættum að skoða hana að fullri alvöru. Því legg ég til að henni sé vísað til áframhaldandi skoðunar í menningar, íþrótta og tómstundaráði. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli sínu og einn fulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar, Natalía Lind Hagalín. Ef það væri mál með fjármál og þannig, kæri forseti, ef það væri mál með fjármál og þannig, þá væri hægt að lækka aldurinn í fattur eins og 12 eins og með strætóminni mig. Það þarf ekki að vera alveg til 17. Þá hefur fulltrúin lokið við að veita andsvar, borgarfulltrúin Alexandra Brím óskar eftir því að svara andsvari. Takk fyrir, ég ætla að fá að svara úr pontu að því að ég sitt í sæti þar sem ekki mikrofón á borðinu. En já, þetta bara ágætis pæling. Við getum fundið eitthvað annað millistig þarna. Það mætti líka hugsa sér að, og ég hefði komið inn að í ræðunni, hefði ég klárað tíma minn, það mætti líka hugsa sér að hækka álögur á fullorðna gesti í sund til þess að koma til móts við þetta, til dæmis, ef það eitthvað sem við viljum gera. Það alls konar lausnir í boði. Það líka spurning hvort við viljum gera þetta frekar heldur en eitthvað annað sem við getum gert. Og þetta eitthvað sem ég held að þurfa að skoða einmitt í menningar, íþrótta og tómstundaráði. Ég kann ekki við að lofa neinu, það hart í ári akkurat núna og kosningar á næsta leiti, það er spurning hvað við komumst í að klára mikið af einhverjum róttækum hugmyndum, en mér finnst þetta þess virði að skoða og ég held að við ættum að láta fara yfir þetta betur þar. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið og hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, borgarstjórn og fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og íbúar. Ég tek undir mikilvægi þessarar tillögu frá Emblu Maríu Möller Atladóttur, fulltrúi ungmennaráði Grafarvogs, Sund mjög heilsubætandi og getur haft jákvæð andleg og líkamleg áhrif.
Og nú kostar sundferðin 1100 krónur fyrir fullorðna en hægt að kaupa afsláttarkort sem gilda til lengri tíma. Öryrkjar ekki gjaldskyldir gegn framvísun skírteini sem gefið út af Sjálfsbjörgu, félagi fatlaðra í Reykjavík og það þarf að endurnýja það árlega. Einnig eru þeir ekki gjaldskyldir sem framvísa skírteini Tryggingastofnunar ríkisins, svokölluðu grænu skírteini, vegna varanlegrar örorku, skírteini blindrafélags, bláu skírteini og umönnunarkorti, svona gulu skírteini vegna sérstakrar umönnunar barns. Og þá eru borgarar 67 ára og eldri ekki gjaldskyldir eins og hefur komið hér fram og Reykvíkingar án atvinnu og fólk sem nýtur fjárhagsaðstoðar frá Reykjavíkurborg getur einnig fengið endurgjaldslausan aðgang að sundstöðum borgarinnar. Við sósíalistar, við lögðum til á síðasta ári að borgarstjórn Reykjavíkur myndi samþykkja innheimta ekki gjald fyrir sundferðir í sundlaugum borgarinnar hjá börnum og þeim borgarbúum sem fá greiddan endurhæfingarlífeyri. Sú tillaga var felld og eins og staðan núna þá eru ákveðnir hópar í samfélaginu sem að greiða ekki og börn á aldrinum 0 til 5 ára ekki gjaldskyld í sundlaugum og við lögðum einmitt til á sínum tíma að Reykvíkingar sem að fá endurhæfingarlífeyri og öll börn myndi ekki þurfa að greiða í sund. Grunntekjur þeirra sem fá endurhæfingarlífeyri almennt mjög lágar, sé litið til almenna tryggingakerfisins og á meðan staðan slík þá lögum við til að gjald yrði afnumið í sundlaugar borgarinnar fyrir þennan hóp og þá hafa börn að jafnaði enga tekjur og því lagt til að gjaldtökunni yrði breytt með þessum hætti og að íþrótta- og tómstundasvið myndi útfæra efni tillögunnar með fjármála og áhættu stýringasviði. Þannig að útkoman myndi vera sem aðgengilegastan máta fyrir borgarbúa. Ég vil búa í þannig samfélagi að við séum ekki að rukka börn fyrir þjónustu borgarinnar og við séum ekki að ætlast til þess að börn séu með tekjur til að greiða fyrir sína afþreyingu. Og svo eru aðstæður barna mismunandi og gjald ætti aldrei að vera hindrun fyrir þáttöku. Þessar 175 krónur sem að börn þurfa að greiða núna, það mikið fyrir börn sem búa við fátækt, fyrir börn sem eigi ekki pening. Það kostar 175 krónur fyrir börn 6 til 17 ára í sund í Reykjavík og þetta eitthvað sem að hækkar á milli ára. Gjaldskráin uppfærð eða hækkuð alltaf í janúar. Þetta eitthvað sem að borgarstjórn hér tekur til sín alltaf hérna í desember. Og ef við skoðum önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu varðandi börn og gjald í sund, þá frítt í sund fyrir öll börn sem eru með lögheimili í Mosfellsbæ upp að 15 ára aldri eða til 1. júní árið sem þeir ljúka 10. bekk og frá 1. júní árið sem þeir verða 10 ára og til 1. júní árið sem þeir verða 15 ára þar samt sem að framvísa sundkorti. Sótt sundkortin á sundstöðum bæjarins og kortið kostar 600 krónur og börn utan Mosfellsbæjar fá frítt í sund til 1. júní árið sem þeir verða 10 ára og börn og unglingar 11 til 17 ára greiða þá 160 krónur. Á Seltjarnarnesi þá byrja börn að greiða frá 6 ára aldri og staðgjald kostar 130 krónur með heimasíðu þeirra. En í Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ frítt fyrir öll börn í sund. Ég tel sem fulltrúi sósíalista að sveitarfélög eigi að einbeita sér að því að styrkja tekjustofna sína með því að rukka þau sem eru aflögufær til að mynda með því að beita sér fyrir að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur. Það ekki allir borgarbúar sem að greiða af tekjur sínum til sveitarfélagana og við getum ekki gert þetta nema með lögum frá Alþingi. En svo svona þegar við erum að tala fjármagn að þá borgin hefur lent í tekjufalli í COVID, það satt, en hún hefur líka lækkað skatt á atvinnu húsnæði og án þess að lagi skýrt fyrir hvernig þetta fjármagnaða. Þannig að ef viljinn fyrir hendi þá hægt að útfæra þetta. Takk.
Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Hjálmar Sveinsson. Nei, já, afsakið. Vill borgarfulltrúinn fara í andsvar? Gjör svo vel. Já, ágæta borgarstjórn og forseti, ég líka formaður menningar, íþrótt og tómstundaráðs, þannig að rekstur sundlaugana heyrir undir það svið og það ráð og ég vildi bara upplýsa að það hefur verið rætt í sviðinu og í ráðinu að hafa sem sagt frítt fyrir börn undir 12 ára aldri eins og núna í strætó, það nýtt í strætó, það kom áramótin og það hefur verið rætt og ég nokkuð bjartsýnn á að það nái fram að ganga áður en mjög langt líður þannig að með því yrði tekið dálítið gott skref í áttina sem að tillöguflytjandi kom fram með og ég held að það sé bara verði þá þegar það kemur full ástæða til að fagna því. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri hvatt til hljóðs undir þessum lið og umræðum telst þá lokið og þá hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa málinu til menningar, íþrótta og tómstundaráðs og þá verður greitt atkvæði þá málsmeðferðartillögu og það eru allir í salnum og ég bið þá sem í fjarfundi að kveikja á myndavélinni eða þau sem í fjarfundi. Hringi bjöllunni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna að vísa málinu til menningar, íþrótta og tómstundaráðs vinsamlega gefi merki. Skúli Helgason, það? Nei, hann ekki. Ég hann. Þeir sem á móti kunna vera og tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gengið til þriðja liðs á dagskrá og það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts kynjalaust skólaumhverfi í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Og frummælandi Natalía Lind Hagalín, fulltrúi ungmennaráðs Breiðholts. Og þá tekur Alexander Brím við stjórn fundar. Ok, gott. Forseti, borgarstjórn, Reykjavíkurráð og aðrir gestir. Ég heiti Natalía og með ungmennaráði Breiðholts og við leggjum til að borgarstjórn feli skóla- og frístundasviðið það verkefni að afnema kynjaskiptingu í grunnskólum Reykjavíkurborgar fyrir lok árs 2022. Umræðan kynjaskipting leynist víða, að nær öllum særaldum skólans, í kynfræðslu, yfirleitt í tímum að borð við íþróttir og stundum algjörlega ástæðulaus í hefðbundnari greinum. Með meiri umræðum hinsegin málfræði og auknum sýnileika kynsegin fólks hafa neikvæð áhrif þessari kynjaskiptingar komið fram. Mörgum líður hreint út sagt ömurlega. Nemendur sem finna sig ekki inn á þess að vera annaðhvort strákur eða stelpa eru sífellt minntir á hvernig þau passa ekki inn í þau box sem samfélagið hefur undirbúið fyrir þau. Þetta verður til þess að nemendur finnist þau óörugg, óvelkomin og útskoðuð innan veggja skólans. Rannsóknir hafa sýnt að fjarvera hinsegin ungmenna frá skóla sem meira en gengur og gerist, að þau upplifa sig óörugg og ýmsum stöðum, sérstaklega í íþróttaklefum og tímum. Þessi kynjaskipting eflaust þáttur í því. Með leyfi forseta vil ég líka benda á að stendur í mannréttindastefnunni að það óheimilt að mismuna fólki vegna kynhneigðar,
kynvitundar, kyntjáningar eða kyneinkenna. Framlag hvers og eins skal metið af verðleikum án tillits til kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar eða kyneinkenna. Ekki skal ganga út frá því að fólk sé gagnkynhneigt og synskynhneigt. Greinir þar sérstaklega stöðu hinsegin fólks í borginni. Í kynfræðslu er þessi kynjaskipting einnig að finna þar sem hópnum skipt upp í strák og stelpur og hvor hópurinn fær aðeins að læra eitt kynfæri. Sem enda með strákarhópurinn veit ekki neitt blæðingar sem dæmi og ég ekki dæmi með stelpófinn vísi ég var sett í hann. Í þessu tilfelli þurfa nemendur ekki aðeins velja milli boxa, heldur íta þetta líka undir tvígju þegar það kemur að líkömum, þar sem intersex fólk ekki tekin í reikningin. Svo lærir maður líka bara helmikið minna. Já, það fer ekki milli mála að kynjaskipting á sér stað allt og víða, ekki bara í grunnskólum Reykjavíkur, en það góðs að byrja. Engin nemandi þurfa að tróða sér í þröngt og takmarkað box til þess eins að koma á klósettið. Kæra borgarstjórn, við getum gert svo mikið betur. Þá hefur fulltrúin lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn og sérstaklega þið, fulltrúar í ungmennaráði. Þetta eru einhverjir allskemmtilegustu fundir sem ég fæ að taka þátt í sem borgarfulltrúi. Mér finnst gaman að fá hérna ungt fólk inn á fund með okkur í borgarstjórn með yfirleitt og nánast alltaf vandaðar og vel útfæra tillögur og oft á tíðum ekki síður skemmtilegar og öðruvísi. Og ég hef stundum verið svona á svipnum stað og þið verið frekar óþreyjufullur og viljað hraða málum í gegn og stundum verið að gagnrýna það að hlutirnir gangi ekki alveg nógu hratt fyrir sig og þannig það nú að oft viljum við að hlutirnir gangi miklu hraðar fyrir sig heldur en hægt er því að hér þurfum við að vanda okkur. Það þarf að skoða hlutina betur ofan í kjölinn. En það sem við erum kannski oftast að fást við hér í þessum sal það að koma frá okkur það sem við köllum bara pólitískum yfirlýsingum og síðan felum við okkar sérfræðingum og okkar undirráðum eða sérráðum, fagráðum að skoða þær tillögur og þau okkar hjartans pólitísku mál sem við viljum skoða betur ofan í kjölinn. Og það akkurat það sem við ætlum að gera með þetta mál. Ég vil nú þakka tillöguflytjanda Natalíu Linda Hagalín fyrir fína tillögu og það auðvitað alveg rétt að þessi mál þurfa að fá skoðun. Þessu eru mál sem eru í ofalega baui og upp í umræðinni. Ég þekki það sjálfur úr mannréttindaráði þar sem ég á að sæti að við höfum verið að fjalla nákvæmlega þessi mál. Hvernig lagaumhverfið að breytast, hvernig kröfur samfélagsins að breytast og við þurfum auðvitað að vera í takti. Við höfum hins vegar lent í því í mannréttindaráði og Reykjavíkurborg sem hefur ætlað að taka skref í þá átt að draga úr kynjaskiptingu með kynlausum salernum á starfstöðum borgarinnar en þar höfum við lent á því miður veggjum eða aðrir tálmar, reglugerðir sem hafa sett strik í reikningin og talað í aðrar áttir heldur en við höfum viljað tala. Það þarf auðvitað að samræma þessi lög og þessar reglugerðir sem þessi mál gilda og það eru auðvitað samstarfsverkefni okkar hér í borgarstjórn, ykkar í ungmennaráði, sveitarstjórnarfólks alls staðar á landinu og ekki síður þingmanna og alþingis að samræma þessa hluti að tala saman í þessa réttu átt sem að tillöguflytjandi er að vísa sínu máli að þurfa að fara til betri vegar. Við tökum auðvitað alvarlega þessar áhyggjur tillöguflytjanda að þetta geti þýtt þessi staða sem upp núna í grunnskólum og við sjáum það líka annar staðar í sundstöðum og fleiri stöðum sem að einnig var íþróttahúsum og annað sem að flest öll eru nú á okkar vegum hér í Reykjavík og öðrum sveitarfélögum út á landi. Þannig að við tökum þetta mjög alvarlega og við viljum auðvitað koma í veg fyrir það að notendur og sérstaklega í grunnskóla að þeir upplifi neikvæð áhrif á sína líðan, finni fyrir kvíða og vanlíðan í
í sínum störfum í skólum. Það er auðvitað eitthvað sem við viljum uppræta og bæta. Okkur er líka mjög umhugað öryggi allra okkar starfsmanna eða skjólstæðinga eða félaga eða borgarbúa eða skólafólk sem á okkar vegum. Þannig að það er gott að fá þessa tillögu frá ykkur og ég er alveg sammála því að það þarf að heldur betur að bæta úr þessum málum. Við getum fært töluvert fram veginn til betri vegar. En hvort að okkur eitthvað að takast það að afnema þetta með einu pennastriki eða einni handaupprétningu, þá ætla ég að halda því fram að svo er ekki. Þetta er töluvert mikið flóknara mál og við viljum labba þessi skref sem þarf að taka í þá átt að gera þessi mál, færa þau til betri vegar. Þannig að ég þakka bara enn og aftur fyrir góða tillögu og ég skal lofa því að verði henni vísað áfram í ráð og nefndir það sem ég á sæti, þá skal ég taka vel á móti þeim þegar það kemur til afgreiðslu og úrvinnslu á þeim stöðum. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur þá lokið máli sínu. Það hefur einn fulltrúi óskað eftir að koma upp í andsvör. Það er Natalía Lind Hagalín í ungmennaráði Breiðholts. Gjörðu það svo vel. Forseti, borgarstjórn, Reykjavíkurráð, ári gestir. Ég ætla eins og hann hók fram í ræðunni sinni þess að þannig var nú þegar búið að horfa í kynjalaus klósett. Ég vildi spyrja út af hverju það var ekki gert. Ég skildi ekki alveg hvað þú tekið fram með því. Þá hefur fulltrúin lokið að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúin Örn Þórðarson? Eða hvað? Næsta, fint. Forseti ágæta borgarstjórn, já, við lendum stundum í tæknilegum erfiðleikum og það er ekki bara þið sem eru í vandræðum með þetta. Þið sjáum að stór hluti af okkur eru stödd annars staðar og þau eru líka í tæknilegum erfiðleikum eða með hlutina. Og það er akkurat nákvæmlega það sem við lendum í þegar Mannréttindaráð og Reykjavíkurborg ætlaði að fara af stað með það að afnema kynjaskipt klósett eða salerni í starfsstöðvum borgarinnar, að það rákust við á reglur frá vinnueftirlitinu og það er verið að vinna kannski í aðrar áttir og horfa á fleiri sjónarmið og það er þetta það sem skiptir máli. En þarna er akkurat dæmi svona, hvað maður að segja, lagatæknilegar flækjur sem þarf að leysa úr og ég held að sé vilji allra að tala sig út úr þessum flækjum frekar en hitt og ég er tilbúin til að gera það sem leggja mitt vol á vogaskólana. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari. Kýs ungmennaráðsfulltrúin að veita andsvar öðru sinni. Þá hef ekki fleiri óskað eftir að veita andsvör og næst tekur til máls borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það er gaman að vera með ykkur og ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa góðu tillögu ungmennaráðs Breiðholts kynjalaust skólaumhverfi í grunnskólum. Og þakka ég sömuleiðis Natalíu Lind Hagalín fulltrúa kærlega fyrir mjög góða ræðu. Mér finnst þetta spennandi og róttæk tillaga og ég hlakka til að skoða hana ofan í kjölinn. Ég er sjálf formaður Mannréttindaráðs borgarinnar sem heitir raunar Mannréttinda nýsköpunar lýðræðisráð borgarinnar og við höfum fjallað mikið þessi málefni á okkar vettvangi. Við vitum í dag að kyn eru ekki bara kynfæri. Það er kynvitundin sem ræður kyni fólks og lög kynrænt sjálfræði staðfesta það. Þau gera þér kleift að skilgreina sjálft þitt kyn og veita þér þau réttindi sem fylgja því kyni. Og þau eru sannarlega sem samfélag að skapa meira rými fyrir það að við séum alls konar. Þetta er það sem feminismin og jafnréttisbaráttan snúast í grunninn að við séum fyrst og fremst manneskjur og okkar forsendum, ekki á forsendum þeirra takmarkandi kassa sem samfélaginu dettur í huga að setja okkur í.
Ég ætla að vitna í opið bréf til ríkisstjórnarinnar varðandi málefnið sem undirritað af Mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráði Reykjavíkur, Kúfélagi hinsegin stúdenta, Stúdentaráði Háskóla Íslands, Jafnréttisnefnd Háskóla Íslands, Femínistafélagi Háskóla Íslands, Samtökunum 78 og Trans Íslandi. Bréfið hefst svo með leyfi forseta. Lög kynrænt sjálfræði tóku gildi 2019 og frá ársbyrjun 2021 hefur staðið til boða hlutlaus kynskráning í þjóðskrá. Það vantar þó upp á innleiðingu lagana með uppfærslu reglugerða svo lögin hafi tilætluð áhrif og verði eitthvað meira en fögur orð á blaði. Þetta skiptir máli. En stofnunum og vinnustöðum af ákveðinni stærð til dæmis meinað að gera salernisaðstöðu sína kynhlutlausa. Því samkvæmt reglugerðum verða salerni að vera kyngreind. Tilvitnun lýkur. Það búið að fara aðeins yfir forsögu þessa bréfs en hún svo að fyrsta samþykkta tillaga MNL þessa ráðs á þessu kjörtímabili var að gera salerni í stjórnsýsluhúsnæði Reykjavíkur ókyngreind. Vorum við svo gerð afturreka með þetta út af reglugerð frá 1995 sem að þarf nú að uppfæra og við viljum auðvitað að það veri gert og höfum beitt okkur fyrir því meðal annars með þessu bréfi með alls konar bréfaskriftum og ég ætla að hoppa aðeins aftar í tíðu bréfi með leyfi forseta. Ókyngreind salerni mikilvæg rými fyrir breiðan hóp fólks sem hefur kynntjáningu sem skarast á við samfélagsleg viðmið. Hvort sem manneskjan trans, intersex, kynsegin eða sískynja, hinsegin fólk með ódæmigerða kynntjáningu mætir mikilli hliðvörslu í kynjuðum rýmum. Það birtist meðal annars í formi áreitni og fordóma. Þess vegna verðum við að bregðast við þessu vegna þess að þetta snýst það hvernig við upplifum það að fara á salerni, svo hversdagslega athöfn sem að fara á salerni. Þetta snýst líka það að nota klefa, það að vera til, þetta snýst svo margt. Þess vegna höfum við beitt okkur fyrir því að þessar reglugerðir verið uppfærar, bæði varðandi almenningssalerni, varðandi salerni vinnustaða, varðandi klefa, en ég veit að þessi tillaga gengur lengra en það, hún snýst að horfast í augu við það að kyn ekki eitthvað sem á að skilgreina okkur og takmarka okkur. Við verðum að skapa þetta rými til að vera alls konar. Við höfum loksins séð viðbragð ríkisins við þessu ákalli okkar og hreyfingu í málinu en tillaga breytingu á reglugerð þessari sem að varðar almenningssalernin og klefana hefur verið núna nýlega í samráðsferli og við höfum heyrt frá félagsmálaráðuneytinu að það eigi líka að vinna því að breyta hinni reglugerðin sem varðar salerni vinnustaða. Þannig að sem betur fyrir eitthvað hlusta þó að hafi tekið tíma og það skiptir máli að setja þetta á dagskrá og að ræða þetta svo að þessi lög kynrænt sjálfræði, svo okkar hugmyndafræði opnara samfélag fyrir öll kyn verði að veruleika, ekki bara í einhverjum lögum og á einhverju blaði heldur í raunveruleikanum fyrir okkur öll. Og það það sem við erum hér að ræða og ég þakka kærlega fyrir það. Ég gæti farið yfir í löngumáli hvað við erum að gera í þessum málum annað en þetta, en þetta sannarlega eitthvað sem skiptir máli og við verðum að gera betur og við verðum að halda umfjöllun okkar áfram og ganga lengra. Ég líti á þessa tillögu sem hvatningu til þess, ég þakka henni aftur fyrir tillöguna og legg til að vísa henni til Mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs Reykjavíkur til frekari vinnslu. Takk. Og borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Engin fulltrúi óskað eftir að veita andsvör og telst umræðum undir þessum liði lokið. Forseta hefur borist ein málsmeðferðartillaga sem að málinu sé vísað til meðferðar Mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs. Þá bið ég alla fulltrúa að vera í mynd, fylgjast með, við erum að ganga til atkvæða. Jæja. Þá lögð fram málsmeðferðartillaga vísað til meðferðar Mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Já. Takk fyrir. Það samþykkt einróma. Þar af leiðandi þarf ekki að spyrja hverju sé á móti. Göngum við þá til næsta liðar á dagskrá. Það tillaga nr. 4, tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða að bæta úrval fyrir grænkera og grænmetisætur í skólamötuneytum borgarinnar. Og tekur þá til máls Hrafnhildur Kjartansdóttir Hördal, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða.
Forseti, borgarfulltrúar og Reykjavíkurráð. Ég heiti Hrafnhildur Kjartansdóttir Hördal og í ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar og Hlíða. Við leggjum til að borgarstjórn feli skóla- og frístundaráði það verkefni að bæta úr úrvali og gæðum grænmetismatar í skólum til muna. Síðust ár hafa matarvenjur samfélagsins breyst mikið og eru mörg, meðal annars við í ungmennaráðinu, meðvituð þá staðreynd að grænmetisfæði er betra fyrir umhverfið, jörðina og okkur sjálf. Undanfarin ár hefur grænmetisfæði verið í boði fyrir börn og unglinga í grunnskólum borgarinnar en okkur finnst gæði og fjölbreytni vera ábótavant. Meðan við matinn sem inniheldur dýraafurðir er grænmetismaturinn mjög einsleitur. Það að taka grænmetisbollur frá mánudegi og breyta þeim í buff á þriðjudegi og hakka á miðvikudegi er ekki fjölbreytni. Í matastefnu Reykjavíkurborgar kemur fram að skólar verði að bjóða upp á fisk 2 sinni í viku og kjötrétt 1 sinni í viku. Við leggjum til að rétt eins og með fiskinn og kjötið að 1 dag í viku verði aðeins framleiddur grænmetismatur. Það er að grænmetisfæði verði í aðalrétt og ekki verði boðið upp á dýraafurðir þann dag. Þetta myndi bæði sýna þeim sem ekki eru vön að borða grænmetisfæði að það getur verið merkilegar en bara gúrk og salat og til þess að grænmetisætur upplýsi sig sem partur af heildinni. Með því að bæta grænmetismat á boðstólum væri bæði hægt að spara foreldrum tíma sem annars færi að kaupa og pakka nesti fyrir börnin sín sem eru þreytt að borða grænmetisbuff 3. daginn í röð og fá meira fyrir peningin sem fer í skólamatsgjöld. Þau eru nú að borga sama og aðri foreldrar en börnin fá það ekki að sama fyrir peningin. Oft fær maður á tilfinninguna að reynt sé að spara pening í stað þess að komast til móts við þarfir grænmetisæt og grænkera þegar lítið er á matsala. Ef boðið er upp á kjúklingaleggi, rjómalaða sósu, smjöraðar kartöflur og salatbar fá nemendur sem grænkerar oft einungis falafélbollur og salatbar. Hádegisverð þeirra er þá minna virði og töluvert meira áspyrjandi. Til að heilmikið kjötstækinglum, til dæmis umf, falafel, vegan hakk og tofu sem hægt er að gera ljúffengar rétt úr svo við sjáum ekki fram á að það veri flókimál að útfæra þetta. Þar að auki höfum við samtök grænkera og hópa á borð við Vegan Ísland og veganistur sem halda geta námskeið fyrir eða verið innan handar og veitt kokkum og fyrirtækjum aðstoð við að útfæra næringaríkan og góðan matseðil sem samanstendur ekki einungis af grænmetisbuffi og brúnni sósu og salati. Á vef Reykjavíkurborgar kemur fram að farið sé eftir leiðbeiningum hollan mat frá landlæknisembættinu en á vef embætti landlæknis kemur einmitt fram að holl og fjölbreytt fæða sé mikilvæg fyrir heilsu og vellíðan og áhersla sé lögð á að auka neyslu grænmetis, ávaxta og heilkornavara. Þar kemur einnig fram að hollt mataræði og umhverfissjónarmið haldist í hendur og að heilsufarslegur ávinningur sé að því að borða mikið af grænmeti, ávöxtum, berjum, ertum, baunum og öðrum mat úr jurtaríkinu. Það er einnig sérstaklega tekið fram að ávallt sé mikilvægt að hafa fjölbreytnin í fyrirrúmi, einkum fyrir þau sem neyta jurtafæðis eða grænmetisfæðis. Með því að auka aðgengi að ljúffengu, fjölbreyttu og næringaríku grænmetisfæði erum við að sjá til þess að nemendur í skólum borgarinnar fái hollan, góðan og fjölbreyttan mat burtséð sé frá því hvort þeir borði kjöt eða aðra dýraafurðir. Auk þess hvetur það ungt fólk til að gefa grænmetisfæði séns og er líklega til að draga úr kjötneyslu sinni sem, eins og við vitum, er gott fyrir umhverfið, dregur úr kolefnisspori okkar og grunnskóla Reykjavíkur og er gott fyrir heilsuna. Þess vegna biðjum við til ykkar, kæra borgarstjórn, að tryggja það að tillaga okkar komist í réttan farveg hjá skóla- og frístundaráði til að tryggja grænni og betri framtíð fyrir ungmenni borgarinnar. Þá er fulltrúinn lokið máli sínu. Einn fulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, en það er Jökull Jónsson úr ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar og Hlíða. Gjörðu svo vel. Já, mér langaði bara að hrósa tillögunni. Mér finnst þetta skipta miklu máli. Bæði að þeim sem fylgja grænmetis eða grænkera mataræði bjóðist fjölbreyttari og bara hreint út sagt betri matur, bragðbetri þar að segja. Og líka svona matur sé kynntur fyrir öðrum krökkum. Það þurfi ekki að borða kjöt í hvert einasta mál. Grænmetis og vegan matur er mun betri en kannski flesti gera ráð fyrir og það er vel mögulegt að mataræði komst á ljúffengarétti án þess að hann innihaldi dýraafurðir. Sjálfur er ég grænmetisæta og hefur verið síðastlín 4 ár og ég hef tekið eftir að fólk virðist halda að grænkera og grænmetismataræði samanstandi einungis af salati og grænmeti en eins og þú nefndir þá eru staðgenglar, ég er henni ekki viss, staðgenglar kjöt bara frábæri valkostir þegar kemur að hollum, næringaríkum og ekki síst bragðgóðum máltíðum. Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill fulltrúinn? Nei, ok. Þá næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson.
Ég var að reyna að komast í ansvar líka. Afsakið, ég skal veita það fyrst að það forseta hefur víst yfir sérstæði í fjarfundunum. Einn fulltrúi óskar eftir að veita andsvar, það Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir. Er ég margkvæmt? Það eru ýmsar skoðanir við það, en ég held að það er allan ekki hljóðtruflanir, gjörðu svo vel. Já, mér langar bara að þakka fyrir þessa tillögu og ítreka mikilvægi þess að krakkarnir fái sjálfur að vera með puttann á púlsinum þegar það kemur á vani. Það borðað í skólanum og þetta allt startar rétt sem kom þarna fram. Og svona fulltrúi Flokksfólksins. Afsakið, það eru víst einhverjar hljóðtruflanir. Það þarf annað hvort að taka hljóðið af salnum eða nota endilega bara salin til þess að tala við okkur frekar heldur en tölvuna hérna. Taka hljóðið af tölvunni og nota salin. En þá þarf að afmjúta borgarráðssalin. Svona, gjörspell. Hvernig er það? Ekki það. Nei, ég svo sem komin á lokum af því sem ég ætla að segja, ég vilja segja meira en takk fyrir að... Takk fyrir. Þannig að bara já, takk fyrir. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi lokið að veita andsvar. Þá veit ég orðið borgarstjóra Degi B. Eggertssyni. Forseti, Reykjavíkurráð ungmenna ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka Hrafnhildi Kjartansdóttur Hördal fyrir mjög góða og velframsetta tillögu sem var vel rökstudd og mér fannst hún kjarna þetta bara mjög vel. Annars vegar með því að draga þetta fram að það að neyti auknum mælis grænmetis og sneiða hjá afurðum og dýraríkinu fyrir umhverfið jörðinu og okkur sjálf, eins og orðaði það. Ég er alinn upp við ömmu sem var hugsanlega einn fyrsta grænmetisætan í Reykjavík og það var þannig þá að það voru bara mjólkubúðir, kjötbúðir og fiskbúðir í flestum hverfum. Þannig að hún tók upp á því að hjóla borgarmarkan á milli eftir baunum í þær örfá búðir sem að voru með það. Og þegar ég ólst upp í Árbænum að þá fannst henni best grænmetisúrvalið niður í Holtagarðum, þannig að hún hjólaði alltaf daglega þangað eftir fersku grænmeti og lét sér ekkert fyrir brjósti brenna sem að undirstrikar auðvitað hversu hollt þetta var. En mér fannst líka mjög gott í ræðunni þessi bara beinskeytta hugmynd að vera með einn dag sem væri alfarið með grænmetismat til þess að jafnvel krakkar sem að svona hafa það ekki sem fyrsta val fái að kynnast þannig mat og ég held að þetta sé einhver bland af því að auka val í matnum og að nota matamenningu skólana til að kynna nýtt bragð og nýjan mat fyrir krökkum og ég get bara líka tekið undir með borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur að virkja einhvern veginn hópinn á hverjum stað með svolítið í þetta. Við erum með matarstefnu sem að tala í þessa átt. Við höfum ekki ákveðið hversu hratt beri að ganga fyrir borgina eða skólakerfið. Það er sérstakur hópur sem að innleiða matarstefnuna sem býsna vel skipaður með formunum úr skóla- og frístundaráði og velferðarráði og sem reyndar líka næringarfræðingur og umhverfis- og heilbrigðisráði. Þannig að þetta kemur svona úr öllum áttum. Þannig að ég ætla að leyfa mér að leggja til að tillögunni yrði vísa þangað en mér langaði bara að endingu nefna það að eins og kom fram í ræðunni á Hrafnhildi Kjartansdóttur Hördal að maturinn hefur sem betur fyrir verið að þróast í ákveða átt og til meiri fjölbreytni á undanförnum árum en þó sumum finnist það langur tími þá var bara alls engin matur fyrir 20 árum. Þannig að það var auðvitað risaskref og núna held ég við séum komin þangað að við séum tilbúin til að taka fleiri og betri. Þannig að takk kærlega fyrir tillöguna. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. En það er atvikast þannig að einn fulltrúur minnihlutanum kemur upp undir 2 málum af því að þeir eru einum færri á þessum fundi.
Forseti, ágæta borgarstjórn og sérstaklega þið í ungmennaráði. Já, ég dætti í lukkupottin, ég fekk að tala tvisvar, gerir það nú oft á þessum fundum og meira þess að stundum oftar heldur bara tvisvar. En hérna, mér finnst þetta, eins og ég sagði án, skemmtilega fundir og hérna liggur fyrir reynd stórfín tillaga sem mér finnst allra skoðana verð og ég bara þakka tillöguflytjanda Hrafnhildi Kjartansdóttur Hördal frá ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar og Hlíða fyrir þessa ágætu tillögu. Hún er margt mjög áhugaverð og hérna kannski í sínu málflutningi fór víðar heldur en nákvæmlega tillagan segir að hún var að tala þarna að taka stærri skref, fastari skref þessa átt varðandi matvæla stefnu borgarinnar inn í grunnskólum og ég ætla svolítið að taka undir það að þarna verið að, þó ég svo sem taki ekki alveg fyllilega undir það að vera neyða mat onni í börn, þá þurfum við að, eins og var nefnt, að við þurfum svolítið að ala þetta upp, við þurfum að kynna ný viðhorf, við þurfum að kynna fyrir fólki nýja hugsun í matvælum og það tekur mið á mörgum þáttum nákvæmlega eins og tillöguflytjandi nefndi, umhverfismál og fleira. Og við erum, þetta er partur af því að breyta sín á þessi mál. Þannig ég ætla að taka líka undir með ungmennaráðsfulltrúa Jökli Jónssoni þar sem hann talaði að það væri verið að kynna nýtt mataræði fyrir ungu fólki. Það skiptir ekki alveg miklu máli. Og hérna, þannig að mér líst vel á þessa tillögu og ætla að styðja það. Ég líka get nefnt að við erum með í borginni metnaðarfulla lýðheilsustefnu sem er að horfa í svipaðar áttir og þetta og borgarstjórinn nefndi það að það er verið að vinna að matvælastefnu og hann komið þá málsmeðferðartillögu að við myndum vísa þessari tillögu inn í stýrihóp sem heldur utan matvælastefnuna. Þannig erum við enn og aftur að senda þetta í hendurnar á einhverju sérfræðingum sem eiga nú að vita betur en við hinn og ég held að svo sem sjáist ágætlega að ég nú kannski ekki rétti maðurinn til þess að fara tjá mig sérstaklega hollustahætti. Er sjálfur ekki grænmetisæta þó það sé erfitt að trúa því. En það skiptir mjög máli að þessi hluti sé að fara í rétta átt og það sé boðið upp á fjölbreytni og úrval og ég sé fyrir mér og það er nú ekki langt þangað til að ég fer inn á aðrar stofnanir sem eru nú einhverju leyti inn á forræði hins opinbera, einhverju leyti sveitarfélaga og einhverju leyti ríkisins verður komin inn á hjúkrunarheimili eða einhverju öldrunarstofnun, það er ekkert langt undan þar og ég get alveg lofað ykkur því að þegar ég verður komið þangað þá verður umræðan allt önnur heldur en í dag. Ég ætla að gera kröfu það að það verður ekki bara boðið upp á súrmat og slíkt gamaldags mat heldur verður svolítið framfara sinnuð og hugmyndarík þegar kemur að því að vera með mat inn í að þeim stöðum á öldrunarheimilum og hjúkrunarheimilum, það sem er nú tiltölulega stutt í að ég endi. Þannig að mér er bara frábært að þið eru á svona svipuðum stað og ég að maður þarf að hugsa þessum hlutum og þið eru að tala fyrir breyttu matvælaframboði í grunnskólum og það er vel og þetta snýst ekki bara hugsanlega það sé einhver kostnaður ekki af þessu eitthvað slíkt. Það er vel hægt að sjá fyrir sér að það sé jafnvel einhver sparnaður og það sé hægt að forgangsraða í innkaupum með þeim hætti að það sé hægt að bjóða upp á holla og góða og næringarríka mat í skólunum, hvort sem það er af þessu tagi eða einhver öðru. En aðeins að tillögunni sjálfur og svona tæknilegur útværslu að það er lagt til þess að skóla- og frístundaráð, það sem Ján sæti, fái það verkefni að tryggja betri og fjölbreyttari grænkera og grænmetisfæði mötunundunum og þá ætlum ég bara að segja að það er svona frekar flókið. Ég ætla eiginlega frekar að stýrihópnum að senda þau skilaboð inn til matráðana, kokkana, matreiðslufólksins sem þið þekki svo vel og þau kunnið að meta og að gera sitt allra besta inn í öllum grunnskólum og reyndar leikskólum líka í þessum málaflokki. Þannig að mér líst bara vel á þessa tillögu og þakka bara tillöguflytjanda fyrir þessa sín og takka þeim sem að hafa komið í andsvör og talað mikilvægt þess að ýta þessum málum í rétta átt. Takk.
hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og hefur einn fulltrúi óskað eftir að veita andsvar, en það Hrafnhildur Kjartansdóttir Hördal. Gjörðu svo vel. Borgarstjóri og forseti. Ég ætla bara að segja takk fyrir og svona því ég hugsa það núna þá það kannski ekki skólafrístundaráð sem svona viðjandi að hafa þetta verkefni og segja líka bara ég heldur ekki grænmetisæta en bara já, takk fyrir. Þá eru ekki fleiri sem óska eftir að fara í andsvör og ekki eru fleiri ræður undir þessum lið og getum við því gengið til atkvæða, en forseta hefur borist ein málsmeðferðartillaga sem að tillögunni sé vísað í stýrihóp innleiðingu matvælastefnu Reykjavíkur. Og þá bið ég alla fulltrúa að vera í mynd, fylgjast með. En þið ykkar sem eruð samþykk þessari málsmeðferðartillögu gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, það voru allir með, þannig að það þarf ekki að spyrja hinu. Já, það allir með, atkvæðagreiðslan komin. Takk. Þannig að málsmeðferðartillagan samþykkt og víkjum við okkur því í næsta lið. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að auka aðgengi nemenda að getnaðarvörnum og auka kynfræðslu í grunnskólum. En fyrst tekur til máls Jökull Jónsson, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða. Búið að kveikja á sig, já. Forseti borgarstjórnar, borgarstjóri, borgarfulltrúar, fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og aðrir fundagestir. Ég heiti sem sagt Jökull Jónsson og kem frá ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða. Við leggjum til að borgarstjórn feli skóla- og frístundaráði það verkefni að bæta aðgengi ungmenna að getnaðarvörnum og auka uppbyggjandi og fjölbreytta kynfræðslu. Eins og fram kom í nýútgefinni greinargerð frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu mikil þörf fyrir markvísari fræðslu kynheilbrigði í grunnskólum Reykjavíkurborgar og teljum við núverandi fræðslu sem stendur nemendum hér til boða ekki fullnægjandi. Síðustu ár hefur umræðan getnaðarvarnir og kynsjúkdóma verið í brennidepli í samfélaginu og ofarlega í huga almennings. Í dag hafa ungmenni nær ótakmarkað aðgengi að gríðarlegum upplýsingum kynlíf á netinu. Rannsóknir hérlendis hafa sýnt fram á að klámaáhorf ungmenna töluvert mikið. Í rannsókn sem Guðbjörg Hildur Kolbeins framkvæmdi árið 2016 kom fram, með leyfi forseta, að tæp 99% ungra karla og 87% ungra kvenna hafi horft á klám. Og önnur rannsókn sem Lóa Guðrún Gísladóttir stýrði ásamt öðrum leiddi í ljós að ungmenni jafnframt farin að horfa á klám áður en þau byrjaði að stunda kynlíf. Það alveg ljóst að klám hefur talsvert mikil áhrif á hugmyndir ungmenna kynlíf og voru þáttakendur einnar rannsóknar allir sammála það. Þær upplýsingar sem ungmenni meðtaka frá klámi misgóðar og geta valdið ákveðinni óvissu þegar kemur að ákveðinni óvissu meðal ungmenna hvað sé rétt, hvað ekki og hvað sé innan eðlilegra marka. Auk þess geta þeir upplýsingar haft ýmiss konar áhrif á kynferðislega hegðun ungs fólks, valdið misskilningi og mótað skaðlegar staðalímyndir. En til allrar hamingju hafa félagsmiðstöðvar verið einkum duglegar við að bjóða upp á margvíslega fræðslur í tengslum við kynlíf og kynheilbrigði fyrir unglingastig á opnunum. Það hefur komið alls konar fólk með alls konar bakgrunn en allt þau reyndir fræðarar málefnið. Þrátt fyrir þetta frábæra framtak félagsmiðstöða það ekki nóg því það ekki allir nemendur sem sækja sína félagsmiðstöðu reglulega. Og það því mun minni hópur sem situr þær en ef slíkar fræðslur væru skylda í skólum. Þar að auki þarf að byrja kynfræðslu fyrr í skólum, svokallaða alhliða kynfræðslu sem stigvaxandi og áframhaldandi kennsla sem byrjar snemma, bætir við nýjum upplýsingum kynheilbrigði, sambönd og líffræði, viðeigandi út frá aldri og þroska og byggist ofan á fyrri þekkingu því þetta ekki eitthvað sem hægt að læra eftir eina fræðslu eða nokkrar kennslustundir. Það mikilvægt að ungt fólk hafi góða þekkingu og færni til að geta tekið skynsamar og meðvitaðar ákvarðanir þegar kemur að því að stunda heilbrigt og öruggt kynlíf. Eitt af því sem við teljum allra mikilvægast þegar kemur að góðri og uppbyggilegri kynfræðslu að getnaðarvarnir séu almennilega kynntar fyrir nemendum og útskýrt fyrir þeim hvernig á að nota það rétt og hvaða gagn það gera.
Fram kom í rannsókn meðal ungra kalla á aldrinum 18 til 25 ára að þeir könnuðust fæstir við að hafa fengið fræðsluefni hvernig skildi nota smokkin á réttan hátt. Það ætti að vera langflestum ljóst að notkun getnaðarvarna getur bæði komið í veg fyrir óáráðgerða þunganir sem og hindrað útbreiðslu kynsjúkdóma og þess vegna teljum við það afar mikilvægt að ungmennum bjóðist viðeigandi fræðsla þar sem farið er vel út í notkun getnaðarvarna á skiljanlegan hátt. Tíðni kynsjúkdóma fer vaxandi með hverju ári og er nýgengi klamydíusýkinga með því hæsta í heiminum miðað við höfðatölu. Með því að efla til meiri og ítarlegri fræðslu getnaðarvarnir þar sem ungmennum er sýnt hvernig nota skal þær með réttu móti og hvaða tilgangi þær þjóna er vel hægt að draga úr því. En nú dugir ekki lengur að bíða. Það þarf að koma að þessu í verk sem fyrst, að bjóða ungmennum upp á þá fræðslu sem þau þurfa og verðskulda. Og þetta er sérstaklega viðeigandi núna þar sem kynheilbrigðisvikan sem þið ættu að kannast við, vika 6, er nýgengin í garð. Við sjáum fram á að þetta sé vel mögulegt og það þurfi að bæta úr þessu sem allra fyrst. Þakka ykkur fyrir. Þá hefur fulltrúinn lokið máli sínu. Ekki hafa fulltrúar óskað eftir að mæta í andsvör, en næst tekur til máls Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn, kæra Reykjavíkurráð ungmenna og aðrir áhorfendur. Fyrir rúmlega ári síðan þá sat ég upp í sófa heima á mér í rólegheitunum og var að horfa upp á státum minn þegar að strákur minn, sem var þá 10 ára, vildi sýna mér svolítið sem hann hafði séð á TikTok hjá vinnum sínum. Og ég sem sagt hef ekki ennþá leyft honum að fá TikTok, en hann hefur samt ekkert farið varhluta af því náttúrulega og hann tekur upp síman minn þegar hann ætlaði semst að koma mér óvart og googlar XXX. Svo segir hann, sjáðu mamma, sjáðu hvað kemur upp. Hvað er þetta eiginlega? Hvað er þessi maður að gera við þessa konu? Og þetta er bara út um allt á TikTok. Það er bara, þú veist, eins óþægilegt og það var að þurfa svo síðan að útskýra fyrir 10 ára barninu mínu hvað klám væri og hver væri munurinn á klámi og þessu sem hann var að sjá þarna og kynlífi svona í örstuttu máli. Maður getur sagt ykkur að ég var reyndar undirbúin fyrir að þetta myndi gerast. En því að bara rannsóknir hreinlega benda til að þetta sé aldurinn sem að krakkar eru að rekast svona mestmægnis í fyrsta sinn á þetta efni allt saman. Og þannig að rannsóknir sýna líka að með því að tala bara þetta hreint út að þá tekur það svona þessa dulúð af sko sem að og þá verður þetta miklu meira óspennandi fyrir krakkana sko, eins og ég segi hann er 10 ára, eða var 10 ára þá og þá fannst hann þetta bara eiginlega meira svolítið skrítið og hélt áfram í Fortnite og spáði ekkert í þessu meir sko, þannig hann er alveg heltekinn af Fortnite. En sem betur fer er kynfræðsla í dag meira en bara hvernig kynfærin okkar virka, hvernig börnin verða til og hvernig kynsjúkdómar og getnaðarvarnir virka, eða eins og var þegar ég á 15 ára. Augljóslega virkaði svo kynfræðsla nú ekki betur á mig en ég varð ólétt 19 ára og var síðan 10 árum síðar að tjónka við krakkan minn sem var óvart að googla klám. Og stend hér nú 11 árum síðar að sko tala jafnvel það á opinberum vettvangi sem hann á ekki eftir að vera ánægður með þegar hann kemst að. En það er annað mál. Þannig þið sjáu bara hvernig fer fyrir fólki þegar að kynfræðslan er ekki í lagi. En að öllu gamni slepptu að þá hefur sem betur fyrir kynfræðslinni farið mikið fram síðan ég var 15 ára. Og þróun hefur verið í átt að því að tala opinskátt kynhneigð og fjölbreytileikann í kynhneigð og muninn á klámi og kynlífi og kannski það sem er allra mikilvægast er að núna er verið að tala um mörk og það er verið að tala um samskipti og bæði sem sagt undir sænginni sem og utan hennar og því ætti líka bara öllum að vera orðið ljóst núna að það er bara hellingstörf að taka umræðana eigin mörk og mörk annarra og hvernig þessi hægt að fyrirbyggja bara að hlutinni fari úrskeiðis. Þannig að þegar rannsóknir taka saman bara 30 ár af kynfræðslu sem að tekur á meiru en bara kynfærum og kynsjúkdómum að þá er niðurstaðan sú að slík
fræðsla eykur umburðarlyndi gagnvart fjölbreytileikanum. Hún virkar sem forvörn gegn ofbeldi í nánum samböndum og hún eykur félags- og tilfinningafærni og eykur líka gagnrýna hugsun og læsi á miðlana í kringum okkur. Verið það sem sagt fjölmiðlar eða þættir, myndir, bíómyndir, klám eða jafnvel samfélagsmiðlanir eins og TikTok. Þannig að, svo ætlum ég bara að bæta einu öðru við að þegar rætt bætt aðgengi að getnaðarvörnum innan vébanda borgarinnar kann ykkur að segja og halda því fram að þetta muni nú valda því að nú fari krakkarnir fyrst að hamast eins og kaninur. En ég ætla bara að kveða þennan misskilning niður strax því það ekki það sem gerist. Sko, ef það eitthvað eins og það var þegar ég var 15 ára þá þurfum við frekar að hafa ágjörð því að smokkarnir verið útrunir þegar að loks kemur að augustundu eða í rauninni bara það sé ekki teknir upp fyrir en þeir eru orðnir útrunir. Og það mun þess að vera ennþá áskorun að fá krakkana eins og það áskorun að fá fullorðna til þess að nota smokka. Og það sem við viljum bara rauninni að gerist, þannig að það sem sagt aðgengi ekki vandi hjá fullorðnum en samt það áskorun bara svo það sé á hreinu. Þannig að það sem við viljum eins og að gerist og vonum að gerist að með því að bæta aðgengi, og þetta sem að rannsóknin sína, að þá verði kannski smokkurinn líka aðeins meira sjálfsagðari partur af kynlífinu. Þannig að ég vil bara ljúka þessu með að fagna þessari tillögu innilega og hún bara löngu orðin tímabær og því annarkot ætlum við að kenna börnunum okkar á kynlíf og munn og kynlíf og klámi eða við látum bara klámið sjáum að kenna börnunum okkar á þar sem að þau halda þá að vera kynlíf. Þetta eru valmöguleikanir. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, kæru fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna. Ég vil byrja á því að þakka Jökli Jónssoni fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða fyrir þessa prýðilegu tillögu. Hún ávarpar mikilvægi þess að við séum með vandaða kynfræðslu í grunnskólunum okkar og sömuleiðis gott aðgengi ungmenna að getnaðarvörnum. Þessi mál eru hvort tveggja hluti af nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar þar sem að heilbrigði einn af 5 þáttum sem að þar eru settir í forgang. Við vorum einmitt hér í þessum sal í nóvember að samþykkja almennar aðgerðir menntastefnunar fyrir næstu 3 ár og þar segir í kaflanum heilbrigði og vellíðan með leyfi forseta. Sérstaklega verður hugað að þáttum sem tengjast andlegri líðan með markvissum aðgerðum til að bæta geðheilbrigði, kynheilbrigði, efla þrautsegi og getu barna til að takast á við áföll og áskoranir í daglegu lífi. Og síðan segir sérstök áhersla verður lögð á forvarnir með fræðslu og opinni umræðu þau málefni sem geta haft áhrif á hegðun og líðan barna. Ég vil aðeins segja nokkur orðum það sem verið að gera í þessum málum í dag í borginni. Í dag í gangi tilraunaverkefni varðandi alhliða kynfræðslu sem búið að vera í gangi í undanfarið 3 ár. Þetta verkefni byrjaði í Foldaskóla og Seljaskóla en fyrr í vetur bættust við Norðlingaskóli, Réttarholtsskóli, Hagaskóli og Ingunnarskóli. Verkefni byggir á hugmyndum alhliða kynfræðslu og kynfræðslu teymi skipað kennurum, skólahjúkrunarfræðingi og starfsfólki félagsmiðstöðvar. Þeir ágangar sem að fá fræðsluna fá að minnsta kosti 12 kennslustundir yfir veturinn sem fagaðilarnir skipta sín á milli. Að loknu 3 ára tilraunaverkefni á að vera orðin til samfelld kynfræðslu kennsla frá yngsta stigi upp í unglingastig, þar sem stöðugt byggt ofan á þekkingu nemenda með aldursmiðari nálgun. Í kynfræðsluverkefnu unnið út frá hugmyndum alhliða kynfræðslu sem farið í alls konar þætti. Að skilja kynýmyndir og kynhlutverk, hinseginleikin, feminismi og jafnrétti, staðalímyndir, valda og ójafnvægi, fordómar og mismunun, gildi og réttindi, notkun á samfélagsmiðlum, kynferðislegar myndsendingar, líkamsvirðing og útlitsstyrkun, norm- og jafningjaþrýstingur, kynferði og kynferðisleg hegðun, frammistöðukvíði, hópþrýstingur, fyrsta kynlífsreynslan, að þekkja sín eigin mörk og annara, kynlíf og kynhegðun, þungun, getnaðarvarnir, kynsjúkdómar, sjálfsfróun, forleikur og fantasíur, öryggi og ofbeldi, kynferðisleg áreitni og ofbeldi, klám og klámvæðing og svo framvegis. Það væri hægt að taka langa umræðu hvert einasta atriði á þessum lista og væri
sannarlega full þörf á því. En við sjáum á þessari upptalningu hvað kynfræðslan snertir á mörgum mikilvægum þáttum í samskiptum ungs fólks og því engin spurning að framtíðin svo að kynfræðslan verði órjúvanlegur hluti af skólastarfinu allstaðar í borginni. Í öllum hverfum og þangað stefnum við klárlega með því frábæra fólki sem við höfum og hefur leitt þessa vinnu þar sem við höfum verið með stjórnanda jafnréttisskólans á skóla- og frístundasviði og öfluga sérfræðinga á mannréttindaskrifstofunni. Og það er gaman að sjá það að Mennta- og menningarmálaráðuneytið sem skipaði starfshóp í byrjun árs í fyrra til þess að leggja fram tillögur á úrbótum. Hann leggur fram ýmsar tillögur en leggur meðal annars til að byggt verði á þessu tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar í kynfræðslu á landinu almennt. En að lokum þetta, ég vil fyrir hönd meirihlutans þakka aftur kærlega fyrir góða tillögu. Hún verðskuldar vandað og góða umfjöllun hér í borgarkerfinu og ég legg til að henni veri vísað til skóla- og frístundaráðs sem að leiti þá umsagnar frá mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði og sömuleiðis þessum starfshópi kynja- og hinseginfræðslu sem að var einmitt settur af stað á sameiginlegum fundi þessar tveggja ráða, skóla- og frístundaráðs og mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs fyrir nokkrum misserum og hefur unnið gott starf í þessum málum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og ekki eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið og göngum við þá til atkvæða. Góður hljómur í bjöllunni, það tekið eftir því. Þannig að já, allir í mynd, allir að fylgjast með, þá hefur borist ein málsmeðferðartillaga en hún svo að tillögunni verið vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það samþykkt einróma. Takk fyrir. Og getum við þá undið okkur í næsta lið á dagskrá. Það tillaga 6, tillaga fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta betra aðgengi að sálfræðiþjónustu í grunnskólum Reykjavíkur. Fyrst tekur til máls Fjóla Ösp Baldursdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Árbæjar og Holta. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti borgarstjórnar, borgarstjóri og aðrir gestir. Ég heiti Fjóla Ösp Baldursdóttir og ég fulltrúi ungmennaráðs Árbæjar og Holta. Í ráðin okkar höfum við kraftmikil og hugmyndarík ungmenni sem vilja hafa jákvæð áhrif á borgina. Í vetur höfum við verið að ræða hvernig við getum haft góð áhrif á samfélagið okkar. Á hverjum degi glíma fjölda ungmenna við andlega vanlíðan og fer þeim fjölgandi með árunum hjá öllum kynjum. Við teljum að andleg heilsa jafn mikilvæg og líkamleg heilsa. Þess vegna finnst okkur mikilvægt að unglingar hafi aðgang að sálfræðihjálp. Skólinn leggur áherslu á íþróttir til þess að passa upp á líkamlega heilsu. Hvað gerum við til þess að styrkja andlega heilsu? Þegar okkur líður illa, þá getum við farið og tala við námsráðgjafa eða hjúkrunarfræðing skólans. Því miður skólahjúkrunarfræðingurinn mjög lítið við og námsráðgjafar ekki endilega þeir sem við erum að leita að. Við teljum að innan skólans ætti að vera starfandi sálfræðingur sem getur hjálpað okkur að leysa úr margs konar vandamálum unglinga. Það eru starfandi skólasálfræðingar á heilsugæslustöðvunum en okkur finnst ekki nógu gott aðgengi að þeim. Ef þú vilt tala við sálfræðing þá leiðin og biðin mjög löng. Ef þú vilt fá tíma þarftu að hafa samband við starfsmann í skólanum og svo metið seinna hvort þú þurfa að fara til sálfræðings. Við viljum breyta þessu. Ef við teiknum upp skóla þar sem nemendum líður vel, væri sálfræðingur partur af starfsfólki skólans. Hann væri í skólanum á venjulegum skólatíma og nemendur getur leitað til hans hvenær sem Það væri ekki lengur starf skólastjórnenda, hjúkrunarfræðinga, námsráðgjafa eða einhvers annars starfsmann skólans að hjálpa nemendum með tilfinningarlegan vanda. Heldur getur hver og einn starfsmaður unnið á sínu sérsviði. Það myndi gera svo mikið fyrir alla sem þurfa að fá lausn á sínum vanda. Vandamálin reynd á yngri árum og þá geta við fengið viðandi hjálp fyrr. Einnig myndi að hjálpa þeim sem þurfa eitthvað til að spjalla við. Að fá sálfræðing inn í skólan okkar myndi að líka brjóta niður múra og gera samtal við sálfræðinga ekki að tabú umræðu. Samkvæmt grein eftir Kolbrúnu Baldursdóttur frá því í mars í fyrra, með leyfi forseta, voru 957 börn og ungmenni á biðlista eftir fagþjónustu en flest þeirra eftir skólasálfræðingi. Það eru skólasálfræðingar í framhaldsskólum og reynslan þar virðist vera góð.
Í handbókum geðrækt í framhaldsskóla kemur fram, með leyfi forseta, að nemendur fóru að koma oftar að eigin frumkvæði til skólasálfræðingsins eftir því sem leið eftir veru hans í skólum. Við erum nokkuð vissum að það kosti mikinn peningar á það inn sálfræðinga inn í alla grunnskóla Reykjavíkur, en við erum að tala líðan og framtíð ungs fólks og það ekki hægt að setja verð á þessa hluti. Við leggjum til að borgarstjórn feli velferðarsviði Reykjavíkurborgar það verkefni að sálfræðingar séu starfandi í öllum grunnskólum Reykjavíkur. Þá hefur fulltrúinn lokið máli sínu og hafa 2 fulltrúar óskað eftir að fara í andsvör. Fyrst fer í andsvar ungmennaráðsfulltrúinn Natalía Lind Hagalín, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, Reykjavíkurráð og aðrir gestir. Ég vil fyrst benda bara á að þessi hugmynd hreinlega æðisleg. Sem manneskja sem búin að vera á biðlista fyrir skólasálfræðingi í heilt ár. Þetta getur verið dálítið erfitt. Svo, ég vil bara segja í stuði þetta. Þá hefur fulltrúinn lokið við að veita andsvar. Vill fulltrúinn svara andsvari? Næst veitir þá andsvar ungmennaráðsfulltrúinn Sigríður, afsakið, ég ekki með. Jú, Sigríður Erla Borgarsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti borgarstjórnar, borgarstjórn og aðrir gestir. Já, ég vildi bara bæta við að þegar að vera að tala biðlista til skólasálfræðings, það langar mig bara að benda á það að ég veit dæmi þar sem einstaklingum vísað frá vegna þess að vandamálin þeirra voru ekki nógu stór. Mér finnst það mjög slæm skilaboð til ungmenna sem andlega heilsu þeirra og listinn væri hreinlega lengri ef að allir kæmust það. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúinn lokið við að veita andsvar og þá ekki fleiri sem óska eftir að veita andsvör og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Diljá Ámundsdóttir Sóeka. Forseti, kæru fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna, borgarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég var að segja ósátt ef ég myndi segja tillaga ungmennaráðs Árbæjar og Holta sem við erum að ræða núna væri mér ekki skapi og þakka ég frummælandanum Fjólu Ösp Baldursdóttir, það ekki? Já, fyrir góða og mikilvæga ræðu þegar hún fylgdi tillögunni eftir hérna rétt í þessu. Geðheilbrigðismál eru mér hjartans mál enda sjáum við afleiðingar þess að þeim sé ekki forgangsraða ofar víðsvegar í kringum okkur. Bæði sé ég það í mínu persónulega umhverfi og svo eru fluttar fréttir af ástandi tengdum geðheilbrigðisvanda oft og reglulega í fjölmiðlum. Ég má til með að segja ykkur frá því að það er einmitt grein eftir mig í dag á vísi.is sem fjallar á mörgu leyti viðfangsefni tillögunnar ykkar. En það mikilvægi tengsl áfalla í barnæsku og geðheilsuvanda og heilsubrest á fullorðinsárum. Svo það mjög mikilvægt að grípa snemma inn í eins og þú komst inn á áðan, Fjóla. Borgarstjórn nú þegar að gera marga mikilvæga hluti sem ýta undir geðheilbrigði almennt. Ég ætla að ræða hérna aðeins nokkra hluti sem viðkemur börnum og ungmennum, gefnu tilefni, því allar rannsóknir, gert ráð fyrir því að 60% barna upplifi einhvers konar áfall eða séu undir viðvarandi andlegu áfalli fyrir 18 ára aldur. Dæmi áföll, sorg eða viðvarandi andlegt álag sem börn og ungmenni upplifa eru vanræksla og öryggisleysi á heimili, skilnaði foreldra og erfið samskipti í kjölfarið, kynferðisofbeldi, einelti í skóla og eða tómstundastarfi, heimilisofbeldi, andlegt eða líkamlegt, geð eða fíknivandi á heimili, eða andlát í fjölskyldu, svo nokkur dæmi séu nefnd. Eins og fjöldi rannsóknar sýnir þá getur aukinn fjöldi áfalla leitt til ýmissar áhættuhegðunar og jafnvel sjálfsvígstilrauna, örorku, þunglindis eða kvíða eftir því sem áfallunum fjölgar og þá aukast líkurnar á því að barn stundi einhvers konar áhættuhegðun. Í skólakerfinu okkar eru börn og ungmenni sem þurfa á því að halda við fléttum
mennta og velferðarkerfunum okkar saman í einstaklingsmiðaðan stuðning. Það getur ekki verið gott að mæla bara námsárangur og horfa til niðurstöður eins og einkana sem taka bara tillit til eins þáttar í lífi barnsins. Það er einmitt það sem við erum að gera í verkefninu Betri borg fyrir börn. Þar sem markvissu samstarfi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs í þjónustu við börn og fjölskyldu þeirra sem við erum að innleiða í öll hverfi borgarinnar eftir að tilraunaverkefnið var innleitt í Breiðholti í 2 ár. Þar er hægt að færa þjónustuna nær börnunum sjálfum og þeirra fjölskyldum og veita einstaklingsmiðaðri nálgun út frá þeirri átt sem þau eru að koma. Hér er mikilvægt að auka allt aðgengi barna og starfsfólk að stuðningi og ráðgjöf til að bregðast við og takast á við andlega vanlíðan. Svo má nefna það að við samþykktum síðastliðið haust að veita auka fjárveitingu til skólaþjónustunnar til að ráða sálfræðinga til að vinna á auknum biðlistum, eins og hér hefur framkomið, eftir þjónustu á þeirra þjónustamiðstöðum borgarinnar sem rakin eftir COVID og afleiðinga faraldursins. Stærðarkrafan var 140 milljónir sem er einskiptis aðgerð. Svo vil ég minnast á nýtt úthlutunarlíkan Grunnskóla Reykjavíkur sem heitir EDDA og líkanið stýrir því hvernig fjármagn er úthlutið til einstakra skóla. Það þýðir að tekið tillit til mismunandi félagslegra og lýðfræðilega þátta hver skóla við úthlutun fjármagns. Með því drögum við úr aðstöðu mun á milli skóla og börn og ungmenni í skólanum munu græða. Þau munu græða því að skólar fá auki rými til að ráða fagfólk sem ekki eru kennarar til að styðja við starfið í skólanum. Það geta verið sálfræðingar, þroskaþjálfar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfar eða aðrir sérfræðingar, allt eftir áherslum og þörfum hvers skóla. Eftir því sem fleiri börn þurfa stuðning í skólanum, því fleiri fagaðila verður hægt að ráða. Annað atriði sem ég vil nefna í samhengi sem að Skúli Helgason, borgarfulltrúi, kom líka inn á hérna áðan, en þar hefur við verið að leggja sérstaka áherslu á heilbrigði og vellíðan í almennum aðgerðum menntastefnu borgarinnar, allir draumar geta ræst. Ég ætla ekki að lesa þetta allt upp vegna þess að ég er búin með tíman minn, en það stendur yfir vinna á sviðinu að móta sértækar aðgerðir til að ná fram þessum markmiðum sem er að ræða. Varðandi tillöguna sjálfa legg ég til að henni verði vísað til frekari úrvinnslu inn í velferðaráði. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúinn lokið máli sínu og ekki hafa neinir óskað eftir að fara í andsvör, þannig að næst verður tekið til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og ágæta Reykjavíkurráð ungmenna og allir aðrir sem kunna að vera að fylgjast með. Ég vil byrja á að þakka fyrir þessa frábæru tillögu og þakka flutningsmanni Fjólu Ösp Baldursdóttur sérstaklega fyrir góða ræðu og einnig þakka ykkur fyrir allar þessar tillögur sem hafa verið fluttar hér og á eftir að flytja. Þær eru hverri annari flottari og betri og nauðsynlegri. En þessi er mér svona sérstaklega hugleikinn og kannski vegna þess að þetta er málefni sem að ég er í mörg ár búin að vera að berjast fyrir, fyrst sem sálfræðingur til fjölmargar ára og eftir ég kom hér í borgarstjórn þá er þetta búið að vera eitt af mínu baráttumálum að það er að berja niður þessa ótuktar biðlista barna til fagfólks og þá sérstaklega bíða margir eftir sálfræðingum og talmeinafræðingum. Og þessna var það mér sérstaklega ánægilegt þegar ég fekk frá okkur símtal og ég var beðin kannski að senda efni því að ég hef verið að skrifa þessi mál og það var mér bæði ljúft og skylt og mér þótti sérstaklega vænt það. En þetta er grafalvarlegt mál og núna er samkvæmt nýjustu tölum að bíða 1804 börn í grunnskólum Reykjavíkur eftir fagfólki af ýmsu tagi, langflestir eftir sálfræðingum og talmeinafræðingum en síðan eru þarna fleira fagfólk líka.
Og þessi listi bara lengist og það er rétt, það er búið að vera að reyna að höggva aðeins í þetta með fjármagni, 100 milljónir þetta ár og 40 milljónir fyrra, en það er bara ekki nærri nándar nóg, það sér ekki högg á vatni. Því að eftir að COVID skall á að þá fjölguðu beiðnum eftir fagfólki, börnum líður verr samkvæmt rannsóknum og könnunum, æver, þetta sjáum við frá landlækni og víðar, þannig að listin bara lengist og það þarf heldur betur að leggja meira í þetta heldur en þessar 140 milljónir á 2 árum. En það bólar svo sem ekki á því ennþá, en það er nú aldrei að vita hvað á eftir að gerast þegar að líða tekur á. En það er líka annað sem að ég hef verið að leggja áherslu á og það er að skólasálfræðingarnir sem eru í hverjum grunnskóla, en fólk veit bara ekki af þeim vegna þess að þeir eru ekki með aðsetur í skólanum. Þeir eru með aðsetur á þjónustumiðstöðunum og er að koma út í skólana til þess að sinna börnunum og ég hef verið á móti því að hafa fyrirkomulagi svona. Ég vil hafa sálfræðingarna inn í skólan. Ég var einu sinni skólasálfræðingur í 10 ár, reyndar ekki í Reykjavík, og mín skrifstofa og mitt aðsetur var inn í skólanum. Og ég hafði opið inn til mín þegar ég var ekki í viðtölum eða sinna greiningum, þannig að það var alltaf hægt að koma. Foreldrar gátu komið og kíkt inn og kennarar kallað á mig líka ef það var eitthvað sérstakt. Þannig að þessu þarf líka að breyta og síðan þarf auðvitað bara að ráða fleiri til þess að taka niður þennan biðlista sem er að hluta til vegna erfiðara aðstæðna í samfélaginu sem eru auðvitað kórónuveiran eins og við þekkjum. Og þetta þarf að gera hratt og vel því að bíða eftir að komast til í viðtöl eða greiningar, skimun eða hvað það er bara mjög erfitt mál, sérstaklega fyrir börn og úlinga. Og það er erfitt fyrir alla, en það er sérstaklega erfitt fyrir börn og úlinga og þetta getum við ekki boðið börnunum okkar upp á. Það hljóta allir að sjá að barn sem er í neyð, það þarf að fá aðstoð og ef það er látið bíða að þá er hætta á að neyðin og erfiðleikarnir hreinlega bara vaxi og verði að einhverju svona stór vandamáli. Og það er auðvitað það sem við viljum ekki því að því meira sem vandinn hefur vaxið því erfiðara getur verið að vinda niður og við viljum ekki að nokkurt einasta barn eða úlingur þurfa að grípa til einhverja örþrifa ráða til þess að vekja á því athygli að það þarf aðstoð. Þannig að ég vil bara enn og aftur þakka kærlega fyrir þessa tillögu og allar þessar tillögur eins og ég sagði sem eru hverri annari frábærari og mikilvægari og það er búið að ákveða að vísa þessu inn á velferðaráð og svið og þar á þetta heima og ég er aðili í því ráði og hlakka til að fá að halda áfram að takast á við þetta mál og ég ætla bara að segja það að ég gefst aldrei upp, hvort sem ég er borgarfulltrúi eða sálfræðingur, þá held ég áfram þar til að þessi mál eru komin í lag. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu og hafa 2 fulltrúar óskað eftir að fara í andsvör. Fyrst fer í andsvör ungmennaráðsfulltrúin Natalía Lind Hagalín. Gjör svo vel. Með að það er nú þegar skólasálfræðingar þá ef þeir eru það ætti að vera að lýsa meira eftir þeim allavega. Það skiptir ekki máli hvort þeir eru í skólanum þannig það ætti að segja frá þeim eins og ég okkar það bara farið til námsráðgjafans og tala við hana. Já. Forseti. Þá hefur fulltrúin lokið við að veita andsvar. Borgarfulltrúin svarar andsvari. Gjör það svo vel, Kolbrún. Takk kærlega fyrir þetta. Ég held sér svo mikilvægt fyrir börn og foreldrar þeirra að þekkja skólasálfræðinginn, að vita hvernig hann lítur út og þegar komið er inn í skólan með barnið, segjum bara foreldri, að þarna kannski mætir það sálfræðingnum og getur hugsað, já, þarna er sálfræðingurinn ef við skildum einhvern tíma þurfa á honum að halda. En það eru dæmi að fólk veit ekki einsinni að það eru sálfræðingar í skólanum af því að þeir eru kannski sjaldan í sjálfum skólanum og ef þeir koma þá eru þeir lokaðir inn í herbyggi í viðtölum. Þannig að ég vil bara hafa sálfræðingarna staðsetta í grunnskólanum. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari. Þá veitir næst andsvar borgarfulltrúin Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn og sérstaklega ungmennaráð. Fín tillaga. Ég ætla aðeins að bæta við þetta mál að reynslan
sem að aðri skólar, og ég nefnir sem dæmi framhaldsskólar, hafa því að vera með skólasálfræðinga og það hefur verið að vera að gera tilraunir með í allavega þeim skólum sem ég þekki til og sú tilraun hefur lukkast vel og það er rétt að það er þessi nálægð við nemendum sem skiptir ekki greiðlega máli en hún skiptir ekki bara máli varðandi að komast inn í kerfið eða inn í meðferð eða stytta biðlistana heldur líka sko málsmeðferðin þegar það er komin inn af og búin að eiga samtölu við sálfræðingarna þá er svo auðvelt fyrir þá að vísa nemendum eða þeim sem þurfum á að halda áfram inn í heilbrigðiskerfið og þetta er miklu skilvirkara og skjótvirkari leið að vinna þetta svona ekki bara stytta biðlistana heldur líka að vinna mál áfram þannig að þetta virkar verð þessi tilla ég ætla að stiða hana og treysti því að velferðarráð ég er að geta bara fullir það að þetta ekki vel á móti þessu þegar þangað kemur. Tíminn í liðin. Þá er borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn svara andsvari? Allt í lagi. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og göngum við þá til atkvæða málsmeðferð. Fundinum er borist ein málsmeðferðartillaga sem er að þessari ágætu tillögu verði vísað til velferðarráðs til frekari vinnslu. Þau ykkar sem eru samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, þau eru engin að því að það voru allir með. Þar af leiðandi er málsmeðferðartillagan samþykkt. Næst göngum við þá til 7. liðar á dagskránni. Það er tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og bústaða hinsegin fræðslu fyrir foreldra krakka í grunnskólum. Fyrst tekur til máls Sigríður Erla Borgarsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og bústaða. Ágæti forseti borgarstjórnar, borgarstjórn og aðrir gestir. Stór hluti unglinga í dag skilgreina sig á einn eða annan hátt innan hinseginleikans. Við verðum sífellt meiri vör við aukna umræðu hinseginleikan og tökum því fagnandi. Það er þó ljóst að enn er langt í land og að hinsegin fólk upplifir oft fordóma innan samfélagsins. Í könnun sem var gerð árið 2016 til 2017 á vegum Samtakanna 78 kom í ljós að þriðjungur hinsegin ungmenna finnur fyrir óöryggi í skólanum vegna kynhneigðar sinnar. Mikilvægt er að krakkar fræðist hinseginleikan og hefur nokkur áhersla verið lögð á það hjá Reykjavíkurborg. Meðal annars með samstarfi Reykjavíkurborgar við samtökin 78 hinsegin fræðslur í skólum borgarinnar. Samkvæmt mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar er tekið fram að, með leyfi forseta, skólastjórnendur og ábyrgðarfólk skóla og frístunda á vegum borgarinnar á að sjá til þess að nemendur hljóti hinsegin fræðslu, enda er það stefna borgarinnar að hinsegin fólk njóti virðingar. Það er þó ekki síður mikilvægt að foreldrar og forráðamenn séu upplýstir þessi mál og teljum við að hægt væri að bæta við samninginn á milli þeirra með því að bjóða einnig upp á foreldrafræðslur innan skólana. Það er mikilvægt að foreldrar sýni barninu sínu skilning og séu meðal annars upplýstir óöryggið sem barnið gæti verið að upplifa í skólanum. Ef boðið væri upp á fræðslu fyrir foreldra og forráðamenn gætu þau lært hvernig gott væri að taka á móti upplýsingum kynhneigð og kynvitund barnanna sinna og eru þannig betur í stakk búin til að sýna þeim stuðninginn sem þau þurfa og eiga rétt á. En fræðslan myndi einnig henta þótt enginn á heimilinu skilgreindi sig innan hinseginleikans, vegna þess að skiptir jafn miklu máli að forráðamenn gætu svarað spurningum sem vakna hjá krökkum og að fræðandi og uppbyggileg samtöl hinseginleikan eigi sér stað innan heimilisins. Það gæti komið í veg fyrir fordóma gagnvart hinsegin fólki, einelti og ofbeldi. Með þessari breytingu yrðu fleiri foreldrar tilbúnir að sýna málinu skilning og krakkarnir myndu upplifa sig öruggari með því að vita að því að foreldrar þeirra viti hitt og þetta hinseginleikan. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúinn lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar ungmennaráðs fulltrúinn Natalía Hagalín. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, Reykjavíkurráð og aðrir gestir.
Ég myndi segja að fræðslan hinsegin og allt það nú þegar ekki nógu góð fyrir nemendur. Myndirðu vilja laga það líka? Þá er fulltrúin lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari ungmennaráðsfulltrúin Sigríður Erla Borgarsdóttir. Já, ég hef fengið ágæta hinsegin fræðslu í mínum skóla en ég veit þó að það er ekki eins í öllum öðrum skólum og það myndi ég endilega vilja laga líka og þá myndi íta á eftir að skólarnir myndi nýta sér þennan samning við samtökin 78 og já, takk fyrir. Fulltrúin lokið við að svara andsvari. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Jórunn Pála Jónasdóttir sem situr í fjarfundi. Komið sæl, forseti, borgarstjórn og ungmennaráð Reykjavíkurborgar. Ég byrjaði að hrósa tillöguflytjanda Sigríði Erlu Borgarsdóttur fyrir vel flutta og rökstudda tillögu. Þetta mjög góð hugmynd og gott innlegg í umræðuna. Ég reikna með að þessari tillögu verði vísað áfram eins og öðrum hugmyndum sem hafa komið fram hér í dag. En ég átti mér ekki sæti í því ráði þannig að mér langar svona að láta hér fylgja með hugleiðingar mínar í tengslum við þessa hugmynd. Og aðeins að tala kannski út frá sjónarhóli foreldris sem að fær þá mikið upplýsingum og mikið á boðum allskynsfundi og til þess að stuðla að varanleika þessari tillögu sem mjög góð og tryggja aðgengi foreldra sem að sérstaklega þeirra sem að lenda í þeim sporum að fá þessar spurningar og vilja geta tekið samtalið af fullir alvöru við börnin sín að tryggja aðgengi þeirra að upplýsingum og ráðgjöf hjá samtökunum 78. Þannig ég velti fyrir mig hvort að það sé einhver hluti af þessari umræðu að tryggja þetta og sérstaklega bara á vefnum og að svona þessi hluti fylgi með inn í ráðið, þessi hugleiðing. Vegna þess þá helst einmitt að það svo gríðarlega mikið upplýsingamagn sem dynur á foreldrum varðandi hitt og þetta og margir sem vilja ýta tímann eftir skóla og vinnu bara með börnunum sínum og hætta á að svona fundaboð gæti bara mist marks. Þannig að það svona mitt innlegg í þessu umræðu en annars bara hlakka ég til að sjá framhaldina og vona að þetta muni verða veruleika einhverjum skilningi. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu. Þá hefur engin óska eftir að fara í andsvör. Þannig að næst tekur til máls borgarfulltrúin Elín Oddný Sigurðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar og fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna. Ég vil byrja að þakka ungmennaráðsfulltrúa Sigríði Erlu Borgarsdóttur fyrir mjög mikilvæg og góða tillögu. Já, við erum svo sannarlega hér, hinsegin fjölskyldunar út alla borg en við búum í samfélagi þar sem gagnkynhneigð og það að vera cis, eða sem sagt fyrir þá sem ekki vita hvað það ekki trans, það eru viðmiðin. Þess vegna hinsegin fólk og fólk sem hluti af hinsegin fjölskyldum í meira hættu að verða fyrir útilokun, mismunun, fordómum, einelti og hvers kyns annars konar ofbeldi. Og rannsóknir hafa sýnt að trans og hinsegin börn upplifa sig óörugg í skólum og við þurfum sem samfélag að bregðast við því. Þetta birtist víða í samfélaginu, hinsegin fordómar og skólakerfið ekkert undanskilið því og börn eyða stórum hluta af degi sínum í skólanum og hvers kyns frístundastarfi og það því hlutverk okkar allra að skapa hinsegin skólasamfélag. Núna erum við svolítið með að þannig að skólar bregðast við ef að nemandi kemur út sem hinsegin eða trans en skólarnir og samfélagið á að gera ráð fyrir að það séu í öllum hópum barna fjölbreytt samsetning nemenda sem eru hinsegin, kynsegin og trans án þess að hafa komið út vegna þess að samsetning samfélagsins bara þannig. Staða á líðan hinsegin ungmenna í skólakerfinu í dag óviðeigandi
og það er okkar að bregðast við því. Til þess að skólar geti verið hinsegin þarf að virkja allt skólasamfélagið, nemendur, kennarastarfsfólk og foreldra. Það eru þeir sem standa, þessi 3 hópar sem að búa til skólasamfélagið. Og í skólum borgarinnar eru alls konar börn og þau eru bara jafn fjölbreytt og börnin eru mörg. Og það að tilheyra að vera hinsegin eða tilheyra hinsegin fjölskyldum er bara einn af þessum fjölbreyttu þáttum sem að börnin okkar í borginni búa við. Við þurfum að gera ábyrgð að foreldrar og forsjá aðilar og fjölskyldur nemenda séu hinsegin og börni hinsegin mömmu, pappa, systkini eða ömmu og afa eða hvað sem er. Og við þurfum að taka þessa fjölbreytni með í reikningin í allri umræðinni í skólastarfinu. Því að annars er bara hætt við því að hinsegin börn og börn sem búa í hinsegin fjölskyldum upplifir sig ekki velkomin í skólastarfinu og upplifir sig sem frávik og upplifir sig sem útilokun. Og það er þessi upplifir sem ungmennin er að lýsa í þessari könnun sem að samtökin gerðu á líðan barna í grunnskólum. Og það er okkar allra að tryggja það að hinsegin nemendur og hinsegin fjölskyldur séu velkomnar í reykvískum skólum og við þurfum að tryggja hinsegin væna orðræðu og fordæma hvers kyns hinsegin fordóma innan skólans. Og Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur tekið saman mikilvæga gátlista fyrir öll skólastig sem mikilvægt er að skólarnir nýta sér hvernig skólar geta verið hinsegin og transvænir. Reykjavíkurborg er núna eina sveitarfélag á Íslandi sem er með sérfræðing í málefnum hinsegin fólks og sérstaklega gátlistar hafa verið útbúnir til að gera skóla bæði hinsegin og transvæna og að gera nýta sér alla þessa miklu vinnu sem hefur verið gert. Reykjavíkurborg er samning við samtökin 78 frá hinsegin fræðslu í skólum til þá nemenda frá árinu 2014 og í núverandi samningi við samtökin 78 sem undirritað verið á ársins 2020 kemur fram að Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa sjái fræðslu til starfsfólks og fagfólks í skóla og frístundastarfi og samtökin 78 sjái hinsegin fræðslu til nemenda. Þarna sjáum við að það vantar einn hóp sem að býr til skólasamfélagið, þarna erum við með nemendur og kennarar og starfsfólk, en þarna vantar foreldrarna vissulega inn í. Foreldrar geta fengið ráðgjöf, bæði hjá þjónustusamtökunum 78 og fulltrúar frá Mannréttindaskrifstofu og Jafnréttisskóla hafa einnig oft komið og verið með fræðslu fyrir foreldra og oftast í tengslum að einhver í bekknum eða árgangnum sé að koma út sem hinsegin eða kynsegin. Þannig að það er ekki svona almennt, það er meira undantekning og þetta þurfum við sennilega að skoða. Þannig að það hefur ekki verið markviss hinsegin fræðsla til allra foreldra grunnskólabarna í Reykjavík sem væri sennilega best ef við ætlum að gera alla skólastarf hinsegin. Þannig að ég legg til núna að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari meðferðar og unnið áfram að því þær í samráði við Mannréttindaskrifstofu til þess að megi útfæra verkefni sem bestum hætti. Takk fyrir mig. Já, takk. Fulltrúinn hefur lokið máli sínu, forseti minnir á tímamörk en gaf smá séns til þess að klára málsmeðferðartillögu. Það hafa engir óska eftir að fara í andsvör við þessari ræðu og göngum við því til atkvæðagreiðslu það málsmeðferðartillögu sem hefur borist. Elskar þessa bjöllu. En já, þá hefur fundinum borist svo málsmeðferðartillaga að þessari tillögu sé vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Þau ykkar sem eru því samþykk, afsakið, vantar eitthvað? Nei, það er í fjarfundi held ég. Ég held við séum öll á staðnum. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. Það er tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða breytt einkunnakerfi í íþróttakennslu og tekur það til máls Númi Hrafn Baldursson sem er fulltrúi í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða.
forseti, borgarstjórn og aðrir gestir. Með því að breyta einkunnagjöf í íþróttum yfir í vinnueinkunn stuðlað að auknu jafnrétti í íþróttum fyrir mismunandi einstaklinga með ólíka getu. Þessar breytingar munu gagnast mörgum, til dæmis krökkum með astma, önnur veikindi eða fatlanir. Ávinningur af tillögunni var að hjálpa krökkum að líða betur andlega og jafnvel líkamlega í íþróttum, þar sem sannlega tilefni til þess að gera breytingar á þessu eins og sagt í aðalnámskrá grunnskóla í kafla 23 undir grein 1 með leyfi forseta. Með kennslu íþróttagreina og kappleikja nást mörg markmið í einu, bæði líkamleg, félagsleg og andleg. Það mikilvægasta þó gleðin og löngunin til að taka þátt og hreyfa sig meira. Og í kafla 23 undir grein 3 með leyfi forseta. Í skólasund snýst að koma til móts við þarfir nemenda sem á vaxa úr grasi á viðkvæmu en breytilegu vaxtarskeiði. Til að slíkt megi takast skal sérstaklega hugað að líkamlegri virkni eins og virkni hvers og eins í kennslutímum, þó að aðrir þættir eins og fræðileg innlögn fléttist inn í kennsluna. Verklegi tímar skulu því skipulagðir þannig að hver nemandi sé virkur í verkefnum við hæfi. Okkar upplifun svo að það sem kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla sé oft ekki fylgt eftir. Íþróttaeinkunn byggist á prófum í einstaka æfingum sem einstaklingar ráða misvel við. Einnig upplifun við að það sé lítill sveigjanleiki til staðar fyrir fjölbreytileika fólks miðað við þroska, líkamsbyggingu og annað. Ef krakkar upplifa óöryggi í skólaíþróttum vegna þess að gæti haft neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til hreyfingar almennt og jafnvel valdi kvíða eða vanlíðan. Mikilvægt að íþróttakennsla hjálpi við að ýta undir jákvætt viðhorf til hreyfingar þar sem hún svo mikilvæg út allt lífið, hvort sem fyrir líkamlega eða andlega heilsu. Við leggjum til að einkum verði metin út frá þátttöku, til dæmis hvað einstaklingurinn tekur oft þátt og hvernig hann leggur sig fram í tímum. Félagslegri virkni eins og að hrósa og hvetja áfram. Samvinnu, hversu vel einstaklingurinn vinnur með öðrum og út frá bætingu einstaklings eins og hversu mikið einstaklingurinn hefur bætt sig í gegnum veturinn. Með því að notast við hugmyndafræði leiðsagnanáms væri hægt að hafa áherslur í íþróttakennslu einstaklingsmiðaðri, þar sem hver og einn taki meiri ábyrgð á sínu námi, setji sér raunhæf markmið út frá hæfni sinni í samráði við íþróttakennara. Við viljum frekar að krakkar séu virkir í tímum og geri sitt besta frekar en að gefast upp á erfiðum hæfniviðmiðum. Það myndi bæta andlegu heilsu nemenda og á sama tíma auka jákvætt viðhorf gagnvart hreyfingu og þar af leiðandi bæta líkamlega heilsu. Vonandi getur Reykjavíkurborg sem stærsta sveitarfélag í landinu reynt að hafa áhrif á þessi viðmið íþróttakennslu sem sett af mennta- og menningarmálaráðuneyti. Takk fyrir mig. Þá hefur fulltrúinn lokið máli sínu. Einn fulltrúi hefur óskað eftir koma í andsvar. Það Jökull Jónsson. Mér segir ekki, Jökull Jónsson, gjörðu svo vel. Ég ætlaði bara örsnögt að segja, mér líst vel á þessa tillögu og ég hlindur henni. Það vitamál að íþróttaiðkun hún bæði kostnaðarsöm og ekki allir foreldrar eða forráðamenn sem hafa ráð því að hafa börnin sín í íþróttum, og því ekki allir nemendur sem eru kannski reglulega að stunda íþróttir og hafa þar leiðandi misgott þol. Það að segja samanburði við krakka eða nemendur sem eru jafnan
á til dæmis fótbolta eða körfuboltaæfingum 4 eða 5 sinnum í viku. Og mér finnst það virkilega sniðugt að meta nemendur út frá virkni í leikfimitímum í staðis að meta út frá þoli og hversu hratt þeir geta hlaupið. Það að nemandi taki virkan þátt í skólaíþróttum og sé að reyna sitt besta ætti að vera nóg til þess að meta hæfni nemandans. Og þetta kemur sér einstaklega vel fyrir til að mynda krakka með astma, önnur veikindi eða fatlanir eins og kom fram í tillögunni, krakka sem hafa takmarkaða getu í ýmsum íþróttum. Og þess vegna er það upplagt að meta það út frá hvort þeir sé að reyna sitt allra besta og taki virkan þátt í leikfimi. Takk fyrir mig. Og við fulltrúin lokið við að veita ansvar, vill fulltrúin svara ansvari. Ég beðist forláts en Fjóla getur komið í ansvar við síðari ræðum en það er ekki hægt að fara í ansvar þegar að ræðan er búin og önnur ansvar eru byrjuð. Forseti ætlar að skjóta því að hún sjálf var ekki alltaf með besta úthaldið í gamla daga, þannig að það er viss skilningur á þessu máli hérna megin. En næst tekur til máls borgarfulltrúin Ellen Jacqueline Kalmon. Forseti, borgarstjórn, kæru fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og aðrir. Mér langar nú fyrst til að þakka tillöguna sem að Númi Hrafn Baldursson, fulltrú ungmennaráðs Laugardals Háaleitis og bústaða bar hér upp og fjallar einkunnakerfi í íþróttakennslu þar sem einkunnagjöf verður þá vinnueinkunn í stað núverandi einkunnakerfis. Númi Hrafn Baldursson fulltrúi nefnir að þessi breyting myndi meðal annars gagnast börnum með fötlun, öndunarfæra sjúkdóma eða aðra ólíka færni sem gæti verið hamlandi í þáttöku í svona hefðbundinni íþróttakennslu í grunnskólum borgarinnar. Ég fagna þessari tillögu því hún veitir einnig þeim börnum og ungmennum rödd sem kannski eru eins og ég var sem barn. Ég upplifði mig aldrei góða í leikfimi eins og það héti þá daga. Ég komst aldrei upp blessaðan kaðalinn, né gat ég hoppa nægilega hátt í hástökki. Ég var aldrei góð í íþróttum. Sama hvað ég reyndi og einhvernar eftir því. En ég var auðvitað bara betri í einhverju öðru, svona eins og við erum flest. Við búum yfir ólíkum styrkleikum. Mér þótti svona bara minna vænt leikfimi kennara mína heldur en aðra kennara. Svo ég taki penn til orða. Því mér fannst þeir ósangjarnir. Þeir hvöttu mig með misjákvæðum athugasemdum. Ég reyndi, ég mætti, en allt kom fyrir ekki. Ég komst aldrei upp blessaðan kaðalinn. Sem gerði líka það að verkum að mér fannst bara alls ekkert gaman í leikfimi. Svo var það ekki fyrir hún Eyrún leikfimiskennari tók við. Það var kona sem virtist svona hafa skilning á því að sum okkar voru ekki jafn góði í þessu brölti og önnur. Svo hún fékk mér bara til að gera annars konar æfingar. Hún mætti mér með skilningi og mildi. En það er einmitt þannig sem við viljum að nemendur sé mætt í skólakerfinu, með mildi og skilning. Að því sögðu þá viljum við auðvitað að börn verði áfram hvött til að gera betur og bæta sig í íþróttum eins og öll öðru námi, eðlilega. En í dag þá veita kennarar einnig umsögn og endurgjöf sem hægt er að gefa reglulega í gegnum mentor eða í samtölum við börn á skólatíma eða í foreldraviðtölum með öðru. Og það er auðvitað svona ein leið til að mæta þessari tillögu að einhverju leyti og er gert að einhverju leyti í dag, vonandi bara í flestum skólum. En ég vildi glögg geta breytt þessu og tekið undir þessa tillögu, en það sem námsmat er ákvarðað samkvæmt lögum grunnskóla, númer 2008, frá 2008, númer 91, að það er nánar tiltekið 27. grein námsmat með leyfi forseta. Mat á árangur og framföru nemenda er reglubundin þáttur í skólastarfi. Tilgangur þess er að fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverju þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Nánari ákvæði námsmat skulu sett í aðalnámskrá grunnskóla og tilvitnun lýkur. Þetta þýðir bara það að námsmatið er bundið í lög og nánari útfærsla á námsmatið er svo bara að finna í aðalnámskrá grunnskóla og það á líka þá við námsmat í íþróttakennslu. Því hefur borgarstjórn því miður ekki vald til að breyta núverandi námsmati eins og hér hefur verið lagt til. En það sem að tillagan lýsir svo sannarlega sjónarmiði barna og ungmenna á einkunnagjöf í þessari stöku grein sem eru íþróttir, þá þykir mér sjálfsagt að við komum því á framfæri við skólasamfélagið.
Það hefði mögulega verið eðlilegt í þessu umhverfi sem við erum í hér að fella þessa tillögu, þar sem þessi breyting ekki á valdi borgarstjórnar. En ég vil leggja til að henni verði vísað til skóla- og frístundaráðs og þannig verði tryggt að skólasamfélagi verði upplýst sjónarmið það sem fram kemur í tillögu ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða. Og svo vil ég hvetja ykkur kæru fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna til að koma þessari tillögu á framfæri við menntamálaráðherra sem hefur með málið að gera. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu og hafa 2 fulltrúar óskað eftir að fara í andsvör. Fyrst það Natalía Lind Hagalín. Kæri forseti, borgarstjórn, Reykjavíkurráð og aðrir gestir. Sem sagt hef ég aldrei verið eitthvað bestu manneskjan í íþróttum. Ég kann ekki að sippa og allt það aðrast. Út af því það fæ ég ekki bestu einkunnirnar. Og ég kenni hann alltaf svona, wow, þú ættir að geta gert þetta. Svo ég er frekar glöð með að einhver actually tók það upp að gera þetta. Þá hefur fulltrúin lokið að veita andsvar. Næst veitir andsvar ungmennaráðsfulltrúin Fjóla Ösp Baldursdóttir. Sko, þú talaðir að það ekki væri hægt að breyta námsmatinu, en við getum fundið fleiri leiðir til að fá útkomur úr námsmatinu, eða af námsmatinu. Til dæmis eins og bíptest. Ég veit að margir krakkar finna mikinn kvíða fyrir bíptesti, eins og margir hafa gubbað eftir bíptest. Fyrir að þvinga sig til þess að fara lengra og gera meira og hlaupa meira, til þess að fá betri einkunn. Margir hafa gubbað blóði. Og þrek, það er verið að gera sér tilbúið fyrir þrek, þegar verið á tímum, íþróttatímum, þegar verið að kenna þrek. Það er aldrei sýnt hvernig á að gera þrekin. Þannig að til þess að gera okkur tilbúin fyrir þrekpróf væri þægilegt að sýnt okkur hvernig á að gera arbegjur og svona fleira. Fulltrúin er lokið við að veita andsvar. Vill fulltrúin svara andsvari? Nei. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að fara í andsvör. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk meðlimir Reykjavíkurráðs ungmenna fyrir ykkar mikilvæga innlegg hér í dag. Takk fyrir að vera virk og komið frábærar tillögur sem verða til þess að breyta ykkar starfsumhverfi til hins betra. Það er nefnilega þið sem eru bestir því að láta okkur kjörnu fulltrúa vita með ykkar tillögum hvaða breytinga er þörf. Þessi fundir borgarstjórnar eru alltaf í uppáhaldi hjá mér og ég dáist af ykkar öryggi að alltaf í pontu og flytja ykkar tillögur sem eiga jákvæðan breytingum. Tillögur sem liggja fyrir á þessum fundi eru vandaðar og vel unnar og ég vil því segja bara takk og aftur takk fyrir alla þá vinnu sem liggur á bakvið tillögurnar. Ykkar lýðræðislega þátttaka er svo mikilvæg í því að gera Reykjavíkurborg betri borg fyrir ungmenni og betri borg fyrir okkur öll. Ég tek undir það að sannarlega er tilefni til þess að skoða breytingar af einkunnarkerfi í íþróttakennslu líkt og lagt er til í tillögu fulltrúa ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða sem flutt var hér áðan með glæsibrag að nú var Hrafni Baldurssyni. Þakka ykkur fyrir góða ræðu og flutt inn tillögurnar sem var mjög vel rökstudd hjá tillöguflytjanda. Ég styð það að þessi tillaga sé skoðuð frekar innan borgarkerfisins og ég sé fyrir mér að þar getur Reykjavíkurborg sem er stærsta sveitarfélag landsins, eins og sagt var, lagt það til við Menntamálastofnun að breyta þessu. Af því það við höfum vald sem stærsta sveitarfélagi og höfum ákveðið vald þar og getum þá vísað í þessa góðu tillögu frá ykkur ef við sendum það áfram þangað. Það er mikilvægt að hafa jafnræði fyrir alla nemendur í íþróttakennslu, en líkt og réttilega benda á í greinargerðinni með tillögunni, þá myndi það stuðla að auknu jafnræði í íþróttum og vera til þess að einstaklingar með ólíka getu verða ekki fyrir mismunun. Ég dreg það ekki efa ef þessi tillaga náð fram ganga, þá mun það bæta líðan fjölda ungmenna, ekki bara hér í Reykjavík, heldur á landsvísu, því að ef þetta gerist, ef þessi breyting ef á henni hlustað, þá mun þetta ná yfir allt landið og það eru þá ykkar kraftur sem myndi leiða til þess.
Ég styð vísun til skóla- og frístundaráðs en ég sit þar og mun svo sannarlega taka vel á móti tillögunni til frekari skoðunar þar. Takk. Þá hefur fulltrúinn lokið máli sínu. Ekki bárust óskir að fara í andsvör við þessari ræðu og þá umræðu lokið. Okkur hefur borist ein málsmeðferðartillaga sem að tillögunni sé vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari vinnslu og bið ég alla að vera í mynd, fylgjast með og almennt vera tilbúin að kjósa. En já, tillagan að þessari tillögu sé vísað til skóla- og frístundaráðs. Þau ykkar sem eru því samþykk, gefið þess merki. Það samþykkt einróma. Þetta var síðasti liðurinn á dagskránni. Þannig að við erum búin. Hvað segirðu? Við 3. Nei, já, það var afgreitt þannig. Engar áhyggjur. Já, þá ekki fleira í þættinum í kvöld. Góðar stundir. Og ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og bara taka þátt og fyrir ykkar góðu tillögur og fyrir að vera með okkur. Og ég kannski skýti að til gamans að í svona óformlegu spjalli borgarfulltrúa meirihlutans þá komu nokkur í röð sem að formelt píptestum þegar þau komu upp hérna í ræðu. Og ég held að mín persónulega upplifun að allir umræðu sem að píptest koma við sögu ætti að fylgja svokallað trigger warning. En jú, takk bara kærlega fyrir og segi þá þessum fundi borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna slitið. Búið að slökkva á útsendingu?